Ha? Já, við erum mættir hérna live eins og sjáið á þessu mánudegi, klukkan er 6:30. Þriðja umferð af Duos er að hefjast. Eins og sjáið þá erum við bara 2 í dag. Það vantar Aron. Hann er víst of góður fyrir ykkur í dag og við erum standandi. Hann var reikinn. Já. Getur alveg sagt það, skilur. En við erum komin aftur og jú, þriðja umferðinni hérna í hvað, Duos? Já, hann var samt sko ekki rekinn en hann fór í svona leyfi. Nú, ok, Gauti. Svona vinnulaust leyfi. Þannig að hann verður mættur aftur í næstu viku. Með okkur, þegar það verður síðasta kvöldið í Duos. Og við svona spurum hann aðeins út í af hverju hann var ekki í dag. Og já, það er áhugavert að sjá hvað hann segir. Já. Hvernig er þetta að taka því stuðin að vera hérna opna kvöldi? Standandi? Já. Það er, þú veist, vanlega er ég bara þægilegur inn á kantinum og það er engin ábyrgð. Nei. En, jú, þetta er fínt. Ég var búinn að undirbúa samt að við sætum. Ég held það. Þetta er bara búinn að sjá sófan í hillingum núna. Já, ég var bara hlakka til að koma inn á sófa, sko. En nei, við vorum að tala um það áðan. Það er aðeins öðruvísi stemmari þegar maður stendur. Jú, við ætlum að vera öskrandi allan tíman. Já. Og raging hype allan tíman og við ætlum að vera bara Já, maður er aðeins meira á tánum þegar maður er standandi og við vorum einmitt að tala um áðan TikTok-klippan af þegar þú varst að öskra þarna, já. Þú varst reyndar í sófa. Það var reyndar sitjandi, sko. Hún er komið með ykkur 11.000 spilanir. Já, hérna, hvað var það, með trampolínin? Já, þegar var verið að nota trampolín. Það var bara að skjóta þetta, sko. Já. En fyrir ykkur sem vita ekki heima, þá er komið nýtt season. Það er Halloween seasoni byrjaði í Fortnite og það er alls konar nýja breytingar eins og það er fullt af svona graskyrjum sem er að opna. Jú, það er svona eins og kistur sem eru graskyrjur og hérna mappir aðeins öðru síð, það er hérna svona spooky version að því. Já, búið að breyta svona aðeins og nöfnin á stöðunum eru komið með svona Halloween þema og við erum ennþá ekki búin að fá græna hvort að kústurinn sé, Halloween kústurinn. Svona nornakústurinn eða? Já. Það verður spennandi. Hefurðu prófað hann? Já, ég hef testað hann actually og hérna þetta er svona ferðamáti. Ég fíla hafa svona transportation í þessum leik. Þetta er bara eitt af besta sem er, mér finnst það bara besta í leiknum. Hann er reyndar of svona góður í að ferðast. Já, skítur instantly upp og getur cancelað, þannig að þú getur bara látið þið detta. Já, þetta er svona, þú veist, svona kannski full mikið moment fyrir minn smekk en hérna, að gegja að nota sjálfur, sko. Já, það er spurning. Fíla það, sko. Ég elsku hvað þú ert langt vinstra með henni í skjánum. Er ég svona? Hanna. Já, núna bara stendur bara í miðjunni. En það er, þú veist, þetta hérna er myndarinn sem ég á að horfa það ekki. Jú, þetta er, þú varst alveg á góðum stað, sko. Bara myndalinn hún mætti vera aðeins lengra, en þetta er alltaf lagi. Þetta er alltaf lagi. Við erum fluid. Já, við erum fluid. Nei, ekki fyrir að breyta niður hérna. Jú, við erum með menn í vinnu sem eru hérna, sjö. Með þess að live að stilla þannig við sjáum nákvæmlega hvernig þetta er. Þetta er svolítið öðruvísi þegar Gauti er hérna fyrir aftan. Þá maður talar hluti og þeir eru lagaðir. Jafnvel inn bara á sömu sekundu, sko. Þetta er bara crazy. Hvað það við erum með einhverja stöðutöfla hérna það ekki sem við getum vippað upp á skjáðan svo við getum hérna Já, er einhvers veginn að fá það skjáðan fyrir aftan mig svo við getum hérna bara lesið upp fyrir
almúanum eða? Núna fólk örugglega bara hvað er ég að horfa á? Já, það duos í gangi. Já, það Fortnite duos og það einhver á topnum. Það alveg hægt að gíska hver það Það hægt að gíska, en við ætlum að fá töfluna, held ég, eða ekki? Ég var að hissa, það var ekki Chris Riz, sko. Chris Riz búinn að vera góður. Fáðu replays. Já, kannski fyrir ykkur heima, það var náttúrulega að vera að keppa enn í síðasta mánudag og við erum með replays af því, þannig að við kannski fáum að sjá bara svona til að fá aðeins að endurvekja minnið. Já, svona þú veist, hvort við sjáum döngið eða eitthvað. Já, það var enda mjög gott. Við þurfum að tala eins meira og ég til dæmis var að opna hérna fyrsta sinn Frutella svona nammi á Lúkulú og ég var að veikina, þetta miklu betra heldur þessar renningar hana. Ég endar ekki búin að smakka þetta Frutella. Er þetta Frutella? Já, þetta Frutella stótt, sko. Það náttúrulega samt ekki Frutella, skilur, en samt Frutella. Það svo mjög góð. Herru, við fáum við það beint replays. Nei, herru. Sko, í síðasta uppliti var þessi köttur. Já, nýjasta momentið sem við vorum komið í, en spurning hvort að hann sé ennþá. Já, og núðlunar, eru núðlunar dottar úr season núna eða? Það gæti alveg verið að þessu strax dotnar út. Spurning, sko. Er ég komin aftur á vittlausa stað? Þú veist, ég ætti nokkla að vera hér, sko. Það döngið. Já, það ekki með döngið, væntanlega. Já. Það ekki? Vistin að fara að henda í hérna Lúkulú döng. Þetta var svona play motions. Skítur kúlinu upp, lendir, döng. Muggsy vissi ekki neitt. Hann vissi allavega hvað hann hét. Þú ert aðeins fljótur að skjóta consecutive eða svona back to back. Ok, ég get ekki komið íslenskt orðið yfir þetta með að skipta byssu. Já. Eða það ekki, þú veist, í staðinn fyrir að skjóta tvisvar með shotgunum þá myndir þú velja næsta shotgun og... Jú, ert hraðar ef þú skiptir, sko. Það einhverju sekundu brot. Í hvað heimi það satt, sko? Valur, í þessum heimi, já. Já. Ég svona kannski... Þú veist, það góð spurning, en eins og við sáum, það var verið að spila svolítið öðruvísi með að þegar kötturinn var, því að það voru ekkert allir sem gátu bara haldið high ground eins léttilega. Já, við fílum þessa breytingu, sko, að hérna hafa smá transportation í þessu og leifa high grounduna svona geimast. Já, sko, Chris Riz og Viss voru bara 8 high groundi í fyrstu vikunni. Já, þetta var svona smá öðruvísi playstil til að þau þurft að spila og gátu ekki að spila sinn leik, sko, eins og þetta, sko. Eins og þú sér hérna, hann bara eins og moldvarpa, hann svo neðarlega hérna. Hann hefur aldrei verið svona neðarlega. Aldrei jafn nálega sjáamáli, sko. Nei. Sjó. Já. En Viss hérna, þeir tóku minn með fyrsta leikinn. Jú, þeir tóku alveg fyrsta leikinn. Samt. Þeir eru búin að standa sig rosalega vel. OBS maður. Fyrir það sem vita ekki, þá OBS streymisforritið sem flestir í heiminum nota og það algjör snilld. Já. Er þetta sník? Herðu, hvað var þetta? Ég mista þessu síðustu. Já, ég misti þessu líka. Tekur á báða og Sæsi og Villi, þetta er einmitt strákarnir sem voru hérna að spila í að ríða. Já, þeir voru nokkra smá nýgaræðingar, sko, þannig að maður fyrirgeði þetta, sko. Já. Villi átti ammali og, Vilhelm. Voru þétti leikir eins og sjáðu, þannig er alveg 42 eftir. Var ekki ETP 4-5 ásmá hérna svona ról, hann var hlaupandi svolítið að taka marga slægi, sko. Já. Sjáum við TikTok Mugsys vera að taka út Nutty Cracker 69. Aron X, þetta er náttúrulega uppáhalds leikmaðurinn hjá Aron sem er ekki með okkur í dag vegna forfalla. Þarna mann ég mitt á að vera eldan, hann átti ekki break, sko. Nartaði í hann og Ísar. Snúran, sko. Það er bara einn gæi með mér í liði og það er frændið minn Finni. Já. Var hann að segja? Já. Nú verður hann hérna bara fastur á skjánum, sko. Þá er að sjá Hlinsa, mér minnir að hann hafi ekki þraukað þennan bardaga því miður grafið sig inn í kassan hans og hann stendur í lobbyið. Þetta var bara svona, eins og ég segi, þetta var frekar bara, býtu, þarna vildum við mitt sjá Hjálm keyra meira og næst ég búinn að ná Peterbot. Er þetta ekki þegar hann bara deyr í sónunni? Nei, hann deyr bara núna af því að
hann nær Peterboard þarna alveg niður en hann með 2 shotguns þannig að hann nær ekkert að spreyja. Já, það var svona, þú veist, við vorum ekkert að... Mögulega var hérna kötturinn að fara svolítið illa með hjálminn þar sem hann gæti ekki verið í þessu speedrun hlaupum sem hann var að gera. Já. Hann náttúrulega náði sér alltaf eitthvað speedboost. Já. Og svo fór hann bara að hlaupa og reyna að ná einhverjum Já, það endur rétt. Hann var svolítið þekktur fyrir það. Svona ekki alveg búinn að aðlaga sig að hinum playstilum. Eins og margir aðrir væntanlega sko. Nú ný vika og það því nýtt meta væntanlega þar sem það eitthvað breyting eins og alltaf. Ég veit ekki neitt leik sem öðru í breyting. Nei, þeir eru bara tilbúinu með þetta bara... Þú veist, Fortnite þarf alveg íhuga smá ADHD-lyf sko. En við vorum náttúrulega með hérna Jensínu sem menn segði að væri eitthvað tæknilegasti leikmaður sem ég á séð. Ég verða að veikina, ég hef sjálfur ekkert mikið tekið eftir því sjálfur en ég hlakka til að sjá hvort ég sá eitthvað meira eitthvað í framtíðinni. Kannski triple sjáum við eitthvað meira þar sem það eru meira hlutgerða skipting. Og Johnny Hawkins hérna og Jon Snow eru í vandræðum í seinustu viku og ja, við vorum mennsið þeir tóku hérna auðvitað. Þannig einmitt spurning, átti ekki Johnny bara að drífa sig í burtu með köttin? Já, þú veist 100%, þú ert með rest stations og allt það, þetta er bara hérna... Þetta vitleysa að vera að halda sér inn í barðanum. Löfti til að lifa annan dag, sko. On jokes. Hann hafði þarna einhverja 3-4 sekundir til þess að taka þá ákvörðun að kasta kettinum, hann gerði það ekki. Já, með kettinu, það átti alveg möguleika að koma þér í burtu, sko. Já, en hérna eru við ekki með kannski á skjánum, það er spurning. Jú, það er væntanlega að sjá þetta bara live, eða ekki? Jú, en það ekki hvað þetta er. Vístu því? Nei, þeir sjá þetta ekki. Alright. Þannig við erum í stigatöflun hérna, það... býtu. Við erum ekki lengur með hana. Hún er farin. Þetta sést svo live. Við getum bara hendið sinni í... Þarna er, já, stigatöflan, Wish og Christo, eða Chris Wish, eru með 173 stig á toppnum. Burgerino og Nunu, ekkert langt frá þeim, 8 stigum frá með 165. Christo og... Já, bara Christo. Já, bara Christo. Það er eitthvað, já, 3. sæti. Falcon og þeir í 4. TikTok Muxi í 5. Nei, byrju, nú, þú veist, sem veit maður aldrei, er þetta ekki fake Christo, eða? Just eins og þannig. Það er alltaf Christo og Christo, maður svona... Nei, ég held að í 9. sæti Christo... Nei, það var original Christo, síðan tekur Christo einhvern annan gæðin með sér. Já, við þurfum aðeins að ræða. Og síðan er Christo og Lux, það er hérna fake Christo. Þurfum aðeins að ræða þetta, sko. Já, það er alveg hreinu, sko. Ég er alveg það. Ég vil bara segja það. En ETP og 445 og Falcon Peterbot, þeir eru með 4. sæti, sko. Hvað gengur hér á? Og hérna, það er svolítið langt frá þeirra sæti í stigafjöldi í næsta. Já, það er alveg 100 stiga munur þarna, sko. Alveg slatti, sko. Ekki alveg 75, en... Já, andrið 75. Það er bara því það töluverður fjöldi það. En hvað, við erum að tala um það 26 fyrir vinn. Já, 25 fyrir vinn. 2 fyrir fellu. 2 fyrir fellu. Við höfum alveg séð 40 stiga leik. Já, ég meina það er hann, þú veist, þeir geta skotið sér upp á toppin, en Wish og Christo. Já, en Aron vilja fá einhvern skrín tíma hérna og er búinn að senda okkur hérna hvar hann er. Til er hann allir sigur. Nákvæmlega, hann fer í burtu. Hann getur ekki verið í fríi bara. Og svo vill hann, já, hérna sjáum við, hann er bara á leiknum í frönsku stúkunni. Hvað er það? Halló! Já, ég meina, tekur ekki bara þannig með þess að fara það. Já, þetta er eitthvað, við þurfum að ræða við hann. Hvað er hann að gera í frönsku stúkunni? Setið þetta á X og eitthvað, spurja hann, taggið hann eða eitthvað. Hvað er hann að gera í frönsku? Ég er bara í sjokki. Ætla hann að... Mbappe, hann er, þú veist, ert þú inn í þessu mikið í fótboltanum? Hann er alltaf landsleikur núna, eftir. Þú ert ekkert inn í þessu. Hann er alltaf á ekkert að vera að tala um þetta núna þegar Aron er ekki, en hann veit allt um fótboltan, en við erum í Fortnite. Við vitum eitthvað um það. Ég veit miklu meira um Fortnite heldur en fótboltan í dag, sko. Ég ándjöks líka. Það er ótrúlega að segja, þá er Fortnite einhvern veginn nær heima heldur en fótbolti, sko. Ég veit ekkert, sko. Þú vilt ekki vera með mér í einhverju fótboltakvissi, sko. Þá er ég bara að gíska eins og í prófunum í grunnskóla, sko. Já, það gekk eitthvað svo illa. Krossaprófin? Já. Það var alveg fínn að gíska.
Hvað vissið þú allt bara? Nei. Þú reyndir ekki eins og gíska? Jú, maður reyndi bara. Já, það ekkert að gera meina en það. Nei, en það ég ekkert búið með grunnskólagráðuna mína, sko. Nei, þú fjælst. Nei, ég búið með hana. Já. Stay in school, kids. Já, 100%. Annars endið ég hérna, kannski. Já, það ekki eitthvað sem þú vilt gera. Þetta alveg, þú gæti verið að spila og vera pro. Já, það enda rétt. Þú hefur aldrei... Við erum ekki break, þess vegna erum við hér, sko. Já, ég hef reynda keppt í Fortnite og unni penning. Já, ég hef alveg keppt í Fortnite líka, sko. Já, en ekki unni penning. Nei, ekki penning. Þú borgaði mér til að keppa, örgulega. Og nú ertu búin að tapa penning. Borgað þú ekki inn til að keppa það? Nei, það var frýtt. Var það frýtt? Já. Það var heimsmeistaramótið í Fortnite fyrir 6 árum eða eitthvað. Svoleiðis. Og hvernig gekk? Ég náði einhverjum 150 krónum. Earnings. Veit skattur á það? Já, þetta allt gefið. Þetta allt gefið upp. Þetta alveg, það því líkt skref sem að það fara í gegnum til að fá borga frá Epic. Ég ekki eins og grínast. Ég að fara í gegnum bara eitthvað 15 blaðsíður af einhverju efni og það var ekkert grín að fá. Þannig að þú getur samt sagt núna, þú gæti tekið krakka sem vilja fara í framtíðinni í þetta. Þannig að ég veit hvernig á að gera þetta, ég skal hjálpa ykkur. Já, ég hef þjálfað Fortnite líka, sko. Heyrðu það fyrst hér, kottaver.is og manager. Já, kottaver.is, kaupið ykkur kotta, þurfum við eitthvað kotta í sofan. Getur valið hvað mynd sem er. Það má ekki gleyma því, sko. Það má ekki gleyma því. Já, við erum í viku 3. Ætli þetta sé bara að fara að enda eins og vanalega. Chris Riss og þeir. Ég myndi alveg sé pening á að Chris Riss og Viss er að fara að vera hérna í toppbaráttunni allana. Já. Það er alveg líklegt. Og svona spurning hvernig dynamiki verður núna með iCrysto og FakeCrysto. Þetta FakeCrysto er núna í 3. sæti eða 2. sæti? Já, 3. Já. Og Ballerino og Co. Hvort þeir ná kannski að skafa. Þeir eru 2. sæti? Já, 8 stiga munur. Já. Það er svolítið tæft. Sko. Það er verið að berjast 50.000 krónur, sko. Já. Það getur verið að harka baráttuðina og við erum mögulega frá dett í rútur núna klukkan er korter í. Já. Og já, það er spurning hérna. Það er bara... Ef kistan er ennþá, þá náttúrulega erum við í skemmtilegum baráttum, sko. Já, ég fílaði alveg kisuna. Hann gerði leikinn svolítið öðru sig. En spurning hvort að hann haldist með við Halloween uppdatið eða hvort að kústurinn sé kominn. Já, það verður spennandi að sjá hvort að kústurinn sé mættur og hvort að við séum að sjá eitthvað öðru sér breytingum með þessum graskýrum og hvort að það sé bara það spúki á sumum svæðum fólk verður ekki að landa þar út af það er bara vera að kalla mig Gústa Kústa hérna og eitthvað hætti, skilur, ég er bara að vera að leggja mig einelti líka. Já. Ekki leggja einelti, það er ljótt. Já, en maður má alveg grínast í vinum. Já, það má alveg grínast. Já, þannig að þú ert ekki að breyta nafninu í Fortnite. Ég veit ekki hver að tala í erum, kannski er bara minn haus að ég líka, sko. Já, þú heyrir náttúrulega eitthvað. Ég heyrir raddir, sko. Já. Það er alveg að reyna, sko. En við erum búin náttúrulega að taka og sína þennan setup hotnið, þar sem við tókum alla sem er að keppa. Já, það var mjög skemmtilegt og við vorum eiginlega búin að lofa í næstu viku að við ætluðum að taka mynd af okkar Var það ekki eftir 3 vikur eða? Nei, það var núna. Var það ekki eftir 3 vikur? Það var núna í næstu viku. Þú lofar að gera það því þú varst í einhverju vesinni þarna eitthvað, maður fá viku meira og við gáðum viku í viðbót. Það er eiginlega 2 vikur í viðbót, sko. Nei, þú tekur bara mynd með símanum, þetta er ekki erfitt. Og við ætlum ekki að leyfa keppendum eða áhörundum heima að jafnvel dæma. Jú, við verðum að gera það, sko. Við verðum allan að hafa hérna inn á Discordinu að það sé allan einhverju gjöf sem einhver getur hérna votað eitthvað, sko. Já, við látum fólk kjósa og... Herðu, þetta er bara beint komið. Leikur 3, umferð 1. Er ekki alveg það sem við erum að tala um. It's extra bright in my eyes. En við erum konir að beinta hjálmu. Herðu, hann er eitthvað legendary skin. Hann er alltaf með eitthvað skemmtileg skin. Þetta er skemmtilegt. Hvað er þetta? Er þetta hérna úr Star Wars? Jú, þetta er hérna Bounty Hunter hérna dróðið. Nú, ok. Það er alltaf öll skinn í heiminum í þessu leik, sko. Já, við höfum rætt það. Herru, strax fyrsta fellan komin. Og það er Kiro sem er feldur og sendur í lobby. Það er... Ég vil að minna ykkur á það sem er að keppa, þeir eru ekki tjúmin að horfa hérna sem ólíklegt akkur núna. Ekki lífa leikinn þeir eru feldir. Já, missið stígin í Unite og fáðu þeir örugglega ekkert aftur.
Nú, ertu viss? Já, það ástæðan okkur að við fáum aldrei rétt á stigakjörnu út af því að fólk að lífa alltaf snemma á leikinn. Já, ok. Það getur bara ekki beðið. Nei, það reyndar skellur. Herru, production, get ég fengið turn down the lights. Já. Við erum bara með sól í augunum á meðan við erum að lýsa þarna. Nú erum við komnir í sónið. Og við erum jafnvel að tala að við séum að hækka eins róminn. Því að þetta fyrsti leikur í Duos. Viku 3. Við erum velkomin sæl og ETB 4545 erum mættum niður og datt niður og við erum komin í hasanum og það er bara sem er komin inn frá utan og 6-7. Þetta svona 6-7? Þetta svona 6-7. Aronni myndi finnast þetta rosa myndi. Hann mikil 6-7 maður sko. Núna vil ég fara að sjá hérna mappið og við getum aðeins fara yfir nýju nöfnin á svæðunum. Og hérna erum við með hvað? Freaky Field. Pumpkin Pass. Harmony Hills. Outlaw Oasis. Creepy Camps. Sérðu svona hvað þeir eru vel dreifðir. Já, ég meina það er nóg til af svæði til að leika sér að ná sér í lút. Það er kannski ekkert mikið. Við erum ekkert að fara að deyja úr spenningi en það er 20 mínútur held ég. Það er að skjóta á Peterbot. Guð. Þetta er að verjast. Við erum búin að tala um það að við ætlum að reyna að ná nokkrum klippum fyrir TikTok. Þannig við ætlum að hækka eins róminn þegar einhver er í bardaga. Klippa hann með það. Já. Hann er 6-7 að gera árás á Peterbot. Hvaða 6-7? Þetta er samt eins og þar. 6-7. Peterbot er ekkert að fylgjast með. Það er að dönga á hann. Að trolla. Það er döngað á Peterbot. Peterbot er bara að dönga hérna. Hægri vinstri. Ég þú veist, ok, nú er hvað, þetta er 7. mann sem ég sem bara heitir 6-7 eða 6-7. Það er allir með það í nafninu. Já, það er allir með í nafninu, sko. Þannig þessi heitir núna uppröðunarmerki. Já. Og Bjæjund. Herru, þetta Frutella-dæmið er ekki annað gott, sko. Herru, segja það, þetta er alveg bara the next level stuff, sko. Herru, hann var Pumpkin. Já, við vorum að sjá Pumpkin. Pumpkin. Hvernig finnst þið Pumpkin Spice Latte? Thoughts? Ég bara man ekki. Nei, valla sko. Já, ég hefur ekkert við að segja það sko. Ég veit bara ekki hvernig, man ekkert hvernig það bragðast sko. Nei. Þú mikið í því? Ég er ekkert eitthvað... Þú vaknar á morgnan og færir kaffi hvern einasta morgun. Já. Það ekki? Jú, bara helst svart sko. Já, enga mjólk og... Já, málur mjólk eða það er funn heitt sko. Já, ok. Það er raunin bara til að kæla það sko. Þú ferð ekki út úr húsinu og verður búin að taka eitt sopa af kaffinu sko. Jú. Nú, ok. Ég sultu slagur hófli komið upp í vinnu sko. Ég drekk alveg bara kaffi í vinnu. Já, ok. Sér hæðin á henni. Veistu, voruð þið með speedboost fyrir þetta? Hvað tókuð þið hérna svona pop champagne fyrst? Já, mér finnst það. Það er eitthvað stratt sko. Chloe Victorish. Gunnar Junior samt tekur sem að frekar stór hættulega stöð finnst mér. Mætir hana bara mitt svæðið og Halli Breki er ekki alveg undan. Já, hann er ekki alveg að fylgjast með. Gunnar Junior og Jensina, þetta er hérna Jensina þið kallið hana mechanical player sem þið séð. Hlakka til að fá að sjá það sko. Dóttar Hákon situr strax í svo og Halli Bleiki líka svoleiðis. Gunnar Junior er komin í smá eltingaleik hérna á móti þeirra og reynar að hlaupa í burtu. Klukk, þú ert hann, segir Halli Bleiki og kemur bara niður. Gunnar Junior er feldur. Halli Bleiki og Dr. Hákon. Og Jensina kemur núna með öll mekaníki sinn, allir núna að fara í burtu. Nei, já, þú veist, þetta svona er... Þetta er mjög sniðugt. Það spila á líkurnar hérna sko. Já, hún nær hún upp á bara næsta bíl. Já, en hún þarf náttúrulega að safna sér smá penning. Hvernig er peningastöðin hennar? Já, hún fjárfestir. Er hægt að inspekta peningastöðina? Ég veit það ekki. Það er góð spurning. Svo, herra Áps, er hægt að sjá innstæðina þeirra? En Halli Bleiki og þeir eru alltaf ekki að leyfina að komast auðvitað í burtu. Allar elda?
Mér sýndist það. Núna menn sem að tekur smá vultúr dansaðan á milli þeirra og þeir elta ekki. Jú, þeir eru að elta. Jú, herðu, þannig kemur þetta. Er trampólín mætt aftur? Mér sýndist það. Nei, herðu, það er enginn að skjóta því. Herðu, það verður að elta Jensínu. Halli Bliki og Kó er að elta Jensínu. Nær Jensín að byggja sig út úr þessu. Gunnar Junior er fallinn. Hún er kláruð og Jensín er þá í vondumálum hérna. Tekur 108 í skada. Jensín verður að byggja. Komin upp á toppinn og getur ykkur flýguði núna. Hún er með trampólína, ekki? Ég veit ekki, hún er að hýla sig smá. Fer niður, hún klikkar það. Það var mekanikinn sem voru að tala um. Hvar er hún? Hún bara hvarf. Já. Hún fór hraða niður heldur en En hún er tekin niður. Æjæjæj. Halló. Bara að eyða meiri tími creative. Gengur ekki. Ég menn þú getur verið besti mechanically playerinn á landinu, þú sleppir ekki frá 2 leikmönnum sko. Nei, nákvæmlega Nei, þú veist, Jensín og Kó eru, þú veist, dottnir út. Já, og það var hérna, þú veist 15. sæti, sko. Þau eru hvað í? Öðru sæti þér? Nei, það er Burger og Kó. Það er Burger og Kó. Eða Bergín og Burgerino, þessi. Já. Burgerino, það er niður. Já. Núna Mendes er að falla líka. Eða hvað? Hann fellir hann niður í vultum leik. Mendes og Kó eru ekki. Hann vill þessi 2 stig. Hann þarf að lifa það til að koma svo upp hérna, hann er í toppbaráttunni kallinn. Hann er búinn með materials eftir smá, hann er 40 eftir. Nú eftir að hann fellir til gæsta niður, hann klárar hérna hinn. Fellur hann bara niður, er eitthvað annars sem klárar hann? Akkur er það svona snemma? Hann skaut hann hana. Langar í shield. Af hverju er hann ekki að nota tíman í að gúlpa í sig hérna Big Shield eða skvett yfir sig? Hann er að klúðra þessu sýnist mér. Mendes þarf að gera betur, hann ætlar bara í tróðskluna. 12 eftir henni fallinn. Annað sæti. Mendes og félagar er í öðru sæti, sko. Þetta er dýrt að tapa svona snemma í þessum líkum. Þetta getur verið einhver 10 skallar, sko. Við erum við hvað, þú veist að annar hungur er að klárast núna. Chris Riss og Vish eru eitthvað starf að chilla, sko. Eru þeir komið með fellu líka? Heyrðu þeir þetta? Ég byrja að tala um það og kemur skiptingin. Ég meina það er bara að þeir eru einu sem eftir toppbaráttunum lífandi sínum spyr. Já, við erum að pressa á þá hins vegar. Spurning hvernig er alltaf að berjast út úr þessu. Þeir eru ekkert allt og stakt eins og við sérð. Hann er með 1 skjöld og ekki einu sinni fullt líf. Nú sérðu bara Vissir að spurja Chris Riss hvort hann eigi að lönsa út eins og hann er þekktur fyrir. Hann er æstur. Ég meina það er verið að byggja hérna pressu og þú byggja nógu miklu pressu það springur þú bara. Já. Þú getur ekki kramið Chris Riss og Viss í kassa. Þeir losa sig úr honum. Ég verið að fara að snæla sér Nutella. Nei, hvað er Nutella? Nei, Marcus Mango, hann er að feika. Og hann skaut ekki í taflinu. Jú, það ekki. Hitt það? Ég held það. Spurning hvort að Chris Riss og fattir. Þetta er NFL uniform. Þeir ætla að brjóta það niður. Ef Viss og Kó fatt ekki. Geta það ekki trampolínu sem bara undir sig? Jú, Viss er allan daginn sloppir sko með trampolínu. Spurning hvort að Chris Riss er tilbúin. Nikki hérna með pickaxe sem þeir haldur sig eins silent og þau geta. Já, þeir eru alltaf lengi. Chris Riss og Viss eru farnir. Já, þeir eru bara, þetta sé bara hver. Með sitt eigið húsnæði hérna. Þeir eru með mörg. Já, þeir eigið bara pumpkin pass, þess að. Jep. Og þeir hafa fjárfest snemma og Marcus og Kó haldaði síðan það uppi. Þeir eru alveg clueless. Mango Funk. Þeir hafa ekki hugmynd en eins og þið sjáu þá er hann auðvitað með 6-7 á bakinu. Fíla Mango Funk hérna kombo nafni sko. Þetta er skemmtilegt nafn á lið. Mango Funk. Já. Og nú er það að fara að taka hérna á móti Viss og Chris Riss. Ég veit ekki alveg. En vita þeir að þeir vita? Nei, þeir veit ekki neitt. En það er búið að sjá hann. Og þeir eru ekkert að pæla í þessu Chris Riss. Skjóttu! Bom. Hann hitt hann bara einu sinni. Ja. En þeir ætla að keyra. Og hann hittir framjá. Nei, þetta er Chris Riss að hlaupa í burtu. Ég held þetta væri adversi hérna. Þeir eru Chris og Viss eru bara með plan. Við erum að fara í endgame. Já, þeir eru ekkert að fara að taka eitthvað óþarfa slagi hérna, sínst mér. Sko, Chris Viss, þeir virðast að vera hrættir svona ef þú er að horfa á utankomandi, en þeirra hugur er annars staðar. Þeir vilja ná sem lengst og ætla að sækja sér stig. Þetta er metagaming hérna in the finest, eins og við kallum það. Já. En það vitum við alveg svo sem að ef þeir myndu snúa sér við, þá væri þeir líklegir.
Þeir hafa sýnt að... Já, þeir eru stór hættulegir. Við tökum það alls ekki fram. Ég meina enda þeir eru búin að vera, Chris Riss er bara, þetta er þriðja... Hann eru tekið marga sigra hérna á, hversu mörgum kvöldum? Þetta er þriðja kvöldu og ég held að séu með allan með 2 sigra, ef ekki 3. Já, ég er... Næst í helmingin leikjanum. Nóg til hérna hjá þessum kvöldum og... Nú erum við hérna með 6-7, þeir tóku út... Nei, þeir tóku ekki út. 6-7 með 2 kills. Rift pod incoming, það er eitthvað svona airdrops hérna. Ok. Ég viðurkenni samt, ég held að það er aðeins meira Halloween þema. Hann er á hörðum hæluminn á Steina. Hann ætlar svo ekki að skilja hann eftir. Hann skilur ekki, hann skýtur ekki saman. Hann veifir það eftir félagin sinum. Steini er bara fann að fela sig. Það er félagin að Steina. Einelti hérna. Nei, Steini er farinn. Steini. Jægund og... Nei, hann kastar ég með pening. Hún á kérlinn. Því líka vanvirðing og Bjarki Panda er liðsfélaginn hans, Steina, sem er bara hérna býð í runna. Bjarki Panda er þekktur spilari hjá okkur í SK-deildinni og þið vittáðunum búin að hitta hann? Og þeir fara í alla sókn núna. Bjarki Panda lætur sig hverfa. Gildi Bjarki eftir trampolínið er spurningin sko. Ég held hann hafi gert það. Það gerði það. En taka þeir eftir það? Það er spurning. Ég við reyna. Þarna er það og þetta er stórkostlegt hvað það er ekkert verið að pæla í þessu. Þeir sjá Bjarka Pöndu þarna en spurning ætlaði að eldan. Þeir virðast bara ætla að ná í þessa seinni 2 stig. En Bjarki Panda verður að fá Gusti núna helst ef hann ætlar að sleppa. Gusturinn er að koma, það var að standa í þessu. Hann sleppur. Býtu, hann er bara farin inn í zone. Hann tekur enga sensa, er hann farið bara í næsta bíl eða? Ég held að hann ætli bara að láta sig hverfa sko. 6-7 veit ekkert, hann horfður upp í lofti, heldur hann hafi flogið yfir sig en það er ekki svoleiðis. Skjár hérna. Steppi Nebbi og Pepsi Max vera að setja pressun á þá. Adas og félagar ætti að gera árás. Maxi og Nebsi eru farnir. Nei, þetta er ekki leið. Dr. Hákon og Halli Bliki í þægilegri stöðu upp á fjallinu. Setja smá á pressu og geitin og tekur hann einhvern 80 skada. Á geitin? Hver er geitin? Jonas the Goat. Jonas the Goat. Er hann geitin? Það er spurning. Hann... Herri, Bánsi, hvað er hann að gera? Bánsi! Hann er fallinn, en Dr. Hákon líka. Voðalega hann skaða, misti hann. Hvað gerðist? Hver skaut hann? Ég veit það ekki. Var það the Goat eða? Virðist vera einhverju að skjóta frá bakinu eða eitthvað? Eða hvað? Það er ekkert ólíklegt í þessum leikum. En hvað var Bjössi Bánsi að gera? Hann hoppaði bara niður, það ekkert væri. Herðu, hann er legendary skin. Shaggy, sko. You're a shag of what? Nú þurfti þeir eiginlega bara gusti yfir sig og nota trampolín, sko. Það ekki? Nei, veist. Já. Bara búið til, sko. Halli Bliki og Kó, þeir láta þetta eiga sig. Hvað er næstir hingur? Ég held að það sé bara næsta spurningin hjá Halli Bliki og Dr. Hákon. Hann virðist vera aðeins langt burtu. Já, það þýðir bara gott rótitt, sko. Lindsay er að læðast af Viss og Chris. Það er góð skotinn af Viss, en hann hleypur í burtu. Já. Spurning hvort að Chris og Viss reynir að taka þetta og skjóta þér trampolín? Nei. Og hérna fá þeir skotinn í baki. Núna er Chris og Viss séns að elda í trampolínu. Þeir eru ekkert að byggja. Þeir eru ekkert stressaðir. Þetta var bara svona... Það var svona haha. Núna fá þeir einmitt frítt trampolín til að róta þetta á. Já, ég er að segja það, sko. Ég er alveg sem að Chris og Viss eru að fara að skjóta sín trampolín, sko. Slikið það fyrir, sko. Herru, Bjarki er ennþá inn í zone. Er hann búinn að fara í respawn? Herru, þeir ætla að mæta lenda hérna á Gumsa.
Hann er komin inn í boxið. Í vandræðum að tekur 100 HP. Kristó Riss og tekið niður hennar tilbaka. Og Hlynsli er núna með hálft HP. Viss þarf núna að gera stór kraftaverk að ná báðum niður og hann er með mikið HP. Viss er einn eftir hérna. Þeir ná að hýla sig. Hann næri hérna, hann er bara farinn. Já, hann næri spjaldu bara næri sig hverfa. Skýtur ekki eftir þetta, gæti alltaf. Hann er ekki að skjóta þetta. Eru þeir satt að fara eldan inn? Hversu vel gert hjá Gumsa samt að snúi sér við? Já, það er bara... Chris? Þeir eru líka splittuð, þeir voru ekkert að... Akkur tókuðu ekki bara þann saman? Ég veit það ekki. Chris Riss var örugglega bara allt og mikið sjálfstraust og endaði að vera feldur. Þeir splitta sig upp og þeir átti séns að taka það saman. En það gera það ekki og þá bara verður þeim refsað. Onimóans geta farið í allar áttar. Það er rosa mikið áhætt að hoppa bara inn í kassan hjá einhverjum, en stundu virkar það. Halló Bliki og Dr. Hákon hérna í smá hlóðu við alveg á endanum á storminum. Þeir þurfa að fara báðir að hreyfa sig eftir 10 sekundur. 700 hringur eru að byrja, 25 eftir. Bæði liðin eru smá svona gjörn í að vilja berjast þeirna sínist mér. Mér sýnist 6-7 félag að vera farnir. Það eru Bjarkir enda inn í storminum. Er hann ekki bara með að vera veik? Jú, hann er búinn að taka hérna 600 skada sem er samt alveg 10 mínútur. Pepsi Max chillin líka. Það var að narti halla. Það er fullt af leikmennum hann út fyrir sóninu sem er að koma sér inn. Já, kannski það bara... Allir óni kunnum og þeir að berjast þarna sínist mér inn í sóninu. Við getum kannski flippað yfir það inn á mýmappinu, sjáðu það. Aðeins en róan. Slöppa sig upp, þetta er þægilegt. Ég er að koma sér burtu þarna 2 leikmennin og einn er eftir, 2 leikmenn núna. Hverjir eru á eyjunni þarna? Er það Chris Riss og þeir eru bara chill á eyjunni? Sérðu það? Lengst niðri? Pepsi Max er hann eftir 1 sínist mér og hann er verið að getið tekinn. Herðu, Bjarki komið inn í hérna sónið. Hann mættur. Jú, Pepsi Max fekk að finna fyrir hann skilin eftir að félaga sínum og... Jú, nú er... Var hann feldur? Já, feldur og hérna er félaga, Steppi Nebbi. Steppi Nebbi farið. Og hann er tekinn einhver öðrum ísar hinum inn á mappinu. F.A. Þorri en... Nei, hann er að lenda beint í þeim! Bjarki er feldur strax! Hann er búinn að vinna og vinna og vinna, að reyna að halda sér á lífi, kemst inn í storminu í sónið og er feldur. Þessu er þreytt. Það er svona pirrandi death. Já. Dettur niður bara eftir að þrauka eins og hetja í rauninni. Sér þetta tekinn út. Þetta var... runnum. Já. Frændi í runnunum. Felli maður. Ég held að Chris Riss og félaga séu ennþá inn í sóninu, nei storminu. Þeir eru bara ennþá að tvila. Nei, þeir eru nýkomnir inn. Það er verið að svoleiðis að halda þeim. Ekki búinn að vera besti leikur hjá Chris og Riss og Viss eins og er, en... Þeir eru ekkert eitthvað að reyna að vera að berjast hérna. Nei. Fyrir utan hérna þeir eru, Viss nær hún strax tilbaka. Chris eru náttúrulega bara að safna sem materials aftur. Og helspissum. Eins og við sáum á hann þegar Chris Riss dó, eða var feldur. Nú þurfa þær að fara að drífa sig. Stormurinn tikkar rosalega mikið núna. Og alveg stast í bullinu, næri einhvern veginn að narta í fón. Ekkert haflið sko. Hjálmur heldur þessu aðeins í skefjum með hana fyrir hann og þeir fá smá öndurinnar pláss hérna fyrir Valstas að hýla sig og Hjálmur svo sleiðis. Af hverju Hjálmur ekki að fá sér þetta? Og hérna mæta Chris og Riss beint í fangi á Björns og Bangsóta Gunnarsteinn Góð. Þeir eru bara að gefa þeim inn á trampolín, hægri vinstri. Björns Bangs er í bullinu, hann sprengir trampolínu hans, Chris Riss, og Jónastur Góð er í bullinu 80. Já, gott með kenningarinn og Chris Riss fyrir góða skjöld fyrir veginn. Þetta er akkur það sem Chris Riss þurfti, sko. Já, hann vildi bara fá sendingu, skora slóttana. Hann tekur allt frá Jónastur Góð, sko. Já, hann bara allt sem hann þurfti. Veltryggs, næri að koma sér inn. Ótrúlega mikill skaði sem tekur hins vegar. Bara að koma sér leika inn og nú er ansi lítill 8 hringur að vera að byrja og hann hræðist í næsta stað, hreyfist inn og 30 sekundur í hann byrja að lokast. Þetta er svolítið margir eftir þetta 19. Það er ansi margir eftir sko. Það verður tróðið í næsta hring þegar við færum okkur yfir og þá mun allt í helvitinu losna. Það er búið að taka köttin og það er ekkert movement set. Já, það eru trampolínir hér mætt sko. Bara þau? Já, og ég er svona, þú veist, ég fíla alveg trampolín. Já. En ég meina það er alveg hægt að improva á trampolínu sig.
Mango félagar. Heitur fyrir þessu trampolínu, sko. Skemmtilegt edit annað hjá þeim. Þeir erast bara að vera að bíða eftir að setja trampolínu niður og það skjóta sér sem lengst inn í zone. Já, þeir eru að velja svolítið skrítið hérna NFL-ið verið að vera. Þú veist, Chargers, jú, þú veist, þeir eru charging in kannski, en... Já, minna það. Ég er ekki inn í NFL-inu, þannig Nei, ég skal bara hjálpa þér með það, þú er alveg inn í því, sko. Já. Þú andar NFL. Það, þú veist, þegar þú segir fótbolta og hugsa NFL, sko. Já. Ansið rólegt með því hvað eru margir hérna inn í hringnum. Já, allir bara komnir einhvern veginn vel fyrir og er ekkert að láta heyra í sér. Þetta er bara... Nú líka... Ef þú gerir fyrsta múið þá taparu. Líka það eru 19 lið eftir. Það eru eftir þorrið eftir niður. Núna eru stígin að fara að hrynja inn og er Sóni að fara inn í bara vatnið það. Missir allar skjöldi sinn, hann er búinn að taka smá skadana frá einhverjum Völdrum Mythic, eru greinilega on á þeim. 6-7 nær að koma sér í burtu. Nú fyrir fólk að hrynja niður. Hver er fyrir niðan hann? Þetta er Gumsi sem tók Chris aðan. 6-7 er búinn að mæta fyrir undir hann og ásmá svæðina undir. Aron X með opið, Gumsi næra, vá! Aron X er ekkert að loka. Ekkert að pæla í bakinn á sér. Ansi rólegur með að hann tók hérna 170 skada. Svali Gaming. Allir yfir á svæðið sem er 6-7 og það eru og nú byrjar allt að brotna í sundur. Mango Funk tekur fyrstu fiku og Viss er komið hálft HP líka í skjöldunum þar að segja. Það er samt einhvern veginn. Bjóstu það hérna allt myndi vera geðveikt. Það er bara byggingar eftir byggingum komið. Það er alltaf að kára byggingar með sig. 19 spilarar eftir. SMG þannig. Funk-bræðirnir ætla að halda toppnum. Þorri var eitthvað að ógna en hann er inn í storminu næst í fallin á honum. TikTok Mugsy hérna neðarlega, hann verður að fara að drífa sig. Stormurinn er að éta núna, hann tekur 10. Aron X í bullinu. Chris Riss og Viss virðast vera fremstir en neðst niðri. Gott með krenginum Chris Riss og nær góðu höggi. Er svona örugur alltaf byggja aftur í kringu sig eftir að hann tekur smá högg, byggir aftur í kringu sig. Já. Þetta er svona einhverju alveg advanced mechanic. Er að skvetta á félaginn sinn, þarf ekki skjöldin sjálfur, 6-4. Þægilegt að fá hann að kistinu og spurning hvort hann fái lífið eitthvað. Valli Stas, með stærstu mótinu í Fortnite eftir litinni. Þá 19 leikmenn standandi eftir að við erum búin að færa okkur inn í næsta hring. Já, hvað er að gera? Það lokast, þá getur komið okkur í næsta hring. Það getur komið Storm Sickness. Ég sé ekki neitt, þannig við færum okkur næsta skjá. Aron X. Það er enginn fallinn, 6-7 er fallinn, Gumsi er fallinn. Núna fer fólk að falla hægri vinstri. Halli Bliki lendir alltaf framalega í storminum, þarf að koma sér tilbaka. Vist ykkur Gumsi niður, Gumsi þá hefur búin að fá hendina. Herri, Viss er fallinn, Viss ekki niður. Chris Riss er ennþá á lífi, tekur hlýnsta. Spurning hvort hann ná að dæla sér aðeins lengra. Þá er allt í 15 liðunum, 4 búin að falla alveg. Þorri að vera nært í hann. Allir þarna í söma færi hérna. F.A. Þorri dettur niður og er fallinn. Því miðurfjandi og þá er hann byggt niður líka sömuleiðis og Viltur Atlas er komin að því. Hann er með 22 skjöldu og þarf að hýla sig og Veltrik. Þetta fyrir fram á og bara hann er fallinn. Hann bara enda þetta. Hann endur sig lengur Ísar X fallinn, Hjálmi tók hann. Aron X enda líf. Sem er 1 HP þannig sko. Það er bara... Aron X nærs ekki, nú er bara fólk farið. Mugsy með 1 í líf þarna. Hann má ekki taka skada frá storminum. Sjóni sem má ekki snerta. Nei, hann kemst samt inn í. Mango Funk er ennþá með top height groundina og Svali Gaming feldur. Cozy sko. Og Völdrum Mythic. Þeir eru að skora á Funkarinn og reyna að ná. Funkin á bara 10, hann á bara 1 byggingarefni í viðbót. Nær að halda sér hann uppi. Mugsy er ennþá með 1 HP. Þetta er Mugsy á lífi. Mythic tekur fyrsta skadan. Mugsy er að reyna að narta hann. Nær fellun og fær líf. Nær hann næstu fellu. Hann er að fá líf. Já, Mugsy tekur hann að gegja fuck. Fílíkt Mugsy er að ná í TikTok klippinu sína, tekur hjálm. Chris Riss ennþá á lífi, Funkarinn er efstir. Mugsy kom með 100 og er að ná skjöldinum upp. Fínum málu núna. 5 eftir, Funkarinn vera að drita á þá núna. Spurning hvort þeir koma sér aðeins neðar, þeir hafa trampolínni. Funkin er farinn, annar er það. Dr. Hákon tekur stóra skóða, dögga á hann bara. Chris Riss fór upp. Er hann komið hægrandi núna þá? Hann með hægrandi. Það er TikTok Mugsy taka móti næsta Funk. Þetta getur verið 10.000 plays klippað ef Mugsy vinnur þetta. Funkið, Mugsy kominn upp á high ground. Hann er nóg að byggja, okkur byggir hann ekki bara? Nine Mango! Marcos Funk. Mugsy er kominn í top 2. 1 á móti 1 á Mango Funk. Nati. Er hann á hérna 2-1, Mugsy? Ekkert tílum að skíld. Hann er að fá líka líf af því hann fær fellina núna. Oj. Mugsy er í þægilegri stöðu, gæti klárað þetta.
tekur 40 skala Mögsin að falla Mögsin tekur þetta Hanna höfuð að TikTok Mögsin tekur sigur og einn á báti henni í langa tíma hellinga klippu sem hann tekur Hann búin að leita þessari klippu allt mótið Koma svo Þetta að fara beint inn á TikTokið hans Já Þarna á að klippfarma Svona á að gera þetta Yes sir Það er kveikja ljós Já, við bara erum í myrkrinu og svo spenntir sko Það er svolítið sexy stemmingin Það er reyndar Halloween þannig að þetta Scary, sexy Þetta virkar En við sjáum ykkur það var reyndar gott Við sjáum ykkur eftir sæt Eftir 3 mínútur eða eitthvað Við ætlum að krifja þetta Shit Luka Ég held að ég geti aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum Saman gerum við lífið skemmtilegra. Velkomin tilbaka Já Það er spooky season og þetta er ekki alveg eins og ég ætlaði mér að hafa Nú erum við að tala saman Nei, ok Kveikja ljósin Cut Þið búið Þá glötu hugmynd, Gutti Herru Þetta var gegja Já, fyrsti sigurinn hjá Mögsi TikTok Mögsi Hann hefur ekki unnið leik Nei, ég hef ekki séð hann allan að vinna leik sko. Hann hefur ekki Hann hefur bara ekki Nei, ég myndi vita það Það er svoleiðis Fyrsti Hvað kallar þetta? Sigur Já Victory Royale Mögsi og ég sá ekki reynda hvað með marga fellur það er spurning hvað hann hafi Hann náði bara þú veist svona 4 bara í senastu mínútur held ég sko Já Meira Vel gert sem líka hjá Chris Riss að halda sér hann lendi í 3. sæti Já, hann kom sér upp í 3. sæti og náði toppnum en síðan sá ég hann ekki eins og falla einhver hefur bara fellt hann út Já Manko Fangs væntanlega en Já, viss náttúrulega fjall hann svolítið snemma Sjá Manko Fangs smá svona komið mér óvart hérna smá Dark Horse held ég
Já, þeir voru náttúrulega líka bara byrjar að setja pressu snemma á Chris og Riz. Þeir voru alls saman fyrir að vara á mótið þeim, sko. Já, þeir keyrðu bara. Já, það bara það, sko. Já. En já, TikTok Muxies til aðeins með segjurinn og þetta var bara geggja Royal hana, fullt af klippum sem við erum bara að farma og... Það geta alveg farið upp einhverja 4-5 followers bara á þessari klippi, sko. Tja, bara... 50 million views, sko. Aron náttúrulega er búinn að followa hann. Já, þú með TikTok? Ég er með TikTok, en ég nota svo sem ekki. Nei. En þú? Ég er ekki með TikTok, sko. Þú ert svo... Hefur aldrei með TikTok? Ég er náttúrulega bara öng, sko. Já, þú ert það. Já. Hvað ert þú á? Hæ? Ég er bara á Facebook, sko, og horf á story þar. Já, Facebook er gott, sko. Já, Ert þú að skoða kommentin á Facebook? Nei, ég voða lítið nema skróla kannski Instagram eða eitthvað í Reels og... Já. Og eða ómiklum tíma þar, svo sem, sko. Já, það er spurning, við fáum ekkert að sjá stigatöfluna strax, en með við þessa niðurstöðu, þá örugglega Chris og Riz ennþá í fyrsta. Mér finnst það líklegt, já. Þeir náðu nokkur stigum hana bara við að koma til annað þriðasæti. Þriðasætið sem að var... Hver var það? Hey Christo, er þeir að spila það? Ég sá hann ekki, en það voru sem fjallu hann að snemma. Ég man ekki eins og hvað er heita Bjarki Pandi og Steinur eru bræður. Nú. Já. Ok. Já. Það hefur greinilega eitthvað að fara úrskeiðis því að þeir eru ekki búin að standa sig gífulega vel hérna í dós. Nei, en maður með halda, þú ert að meina að þetta vera meira synergy fyrst þeir eru bræður. Já, bræðra kemistríðan. Það ætti að vera... Getur þú fín. Já. En spurning, er annar eða 11 ára eða þú veist 13 og hinn 20 skilur? Hvað er mikið á milli? Ég veit það ekki, sko. Það er nefnilega, þú veist, það getur alveg að spila líka inn í. Átt þú bræður? Berir hver að baki nema sér bróðir eigi. Nákvæmlega, átt þú bræður? Já, ég veit bróðir. Já, og er kemistriða í leikjum? Við höfum alltaf verið frekar fínir félag, hann er náttúrulega kendað með bara á tölvur, sko. Já, yngri. Ég er auðvitað einast af hvernig ég spila svo mikið tölvuleikir út á honum, sko. Já. Gott eða vont, hver veit, það er bara það, hver að pæla ekki í því, sko. Nei. Ok, það er... Það var alltaf svolítið skemmtilega svona... Já. Tilkynningar í eyrun, systir... Já, þess að hann á hans systur greinlega, við þurfum ekki að nefna það, kannski. Nei, hún vill ekkert vera nefnd, held ég. Já, hver veit. Nei, kannski. Það er bara... Vinir og vandamenn sem að vita hvað systir hans heitir. Já, ég er bara í smá spennufalli eftir þetta, hvað voru, 19 lifandi eftir í þar senasta hring eða eitthvað. Eða seinasta hring, næst seinasta hring. Já, það var líka 19 bara í svona góðar 4-5 mínútur, sko. Það er bara endast fólkið til, sko. Já, ég er ánægð með þetta, ánægð með hvað var margir lengi og hvað lokapartaðin var góður. Hann var geggjaður. Hann var ekki geggjaður. Alveg snild, sko, bara, ég veit ekki, þú veist, mangur funksjónar að ná sér hæggrátið hana, taka það helviti lengi, koma sér niður, síðan allt í hennu TikTok Muxies búin að vera með 1 HP alla tíman, næra að koma svo sníki hérna, tekur 2 fellur einhver gæði sem við vita ekkert hvað er að gerast þegar hann tekur í baki þeim, fæði sér bara fullt af healthi, fullt af bildi og bara mættur aftur. Hann var með hann að medalíunu sem að fær 50 líf fyrir hverja fellu. Hann bara fór að rúlla eftir það. Það var rosalegt rönn með að hann átti bókstaflega 1 í líf. Já, hann var bara one health þannig að það var bara jaðrinum við alla tíma, sko. Ætli púlsinn hans hafi verið hár. Ég var langar að segja svona heartbeat monitor. Já, það ætti náttúrulega bara að vera hægt að tengja það við. Með handjóks. Það var mandatory eða, sko. Já, bara ef þú ferð yfir 100, skilju, þá byrja bara kalliðin að hægja á sér eða eitthvað. Já, meina það. Bara þú var bara að vera í fínu formi yfir höfuð. Já, þetta bara að vera tengt við stólinn. Já. Hvernig væri það svona? Shit, ég er náttúrulega ég anda ekki í ákveðnum momentum, sko. Nei. Það fyrir hjartslátturinn nokkuð svolítið hátt upp, sko. Ég skilji. Það er ekkert formið við að gera. Það er strax konið í næsta leik. Það er hannað með þetta. Nú. Það er þessi pakki sem við þurfum að vinna með. Linsi. Örugglega fyrstur að lenda og næri bygg skjöld og hvað? Pumpu? Nei. Það er ekki bílar í kom, þú veist, er það ekki frekar hérna obvious eða? Jú, það er obvious. TikTok Muxi, hann er okkur bara að ná sér niður núna, hann lokar sér inn og er bara, þú veist. Hann er svalirinn og þú hann að gera eitthvað. Hann er að fara inn að baða og skvætta köldu vatni. Nei, hann er bara hittu. Já, hann er auðvira. Hann er að hrista hendur. Já.
Þetta er svona eins og þegar þú sér Ronaldo lappinn á völlin og byrja að halda á lofti. Þetta er svona pínu þannig. Já, það er svona eins og Maradona myndbandið það sem er að sparka boltanum upp í svona 50 metra, taka hann aftur á mótur og sparka hann aftur upp, viðstöðuleysu. Hann er bara að bíða eftir bara, ok, hann er bara spett. Er ekki hægt að dansa lengur sem til að fá þetta hraðara? Hann þarf ekki að gera neitt. Þetta eru góði staðir. Sko, Gautinn múin standa sér rosalega vel í dag að vera að opsa. En hann gleymir að slökkva ljósin. Hérna eru bræðurnir. Þess vegna, ég er búinn að vera kallað fjölskyldu Bjarki. Já, ég veit, Og fjölskyldu Steini. Það meikar miklu meira sens. Ég held nefnilega að þið voru alltaf kallaðar bræður. Sem þið voruð ekkert að kallaða í alvöru bræður. Nei, þeir eru náttúrulega báðir hjá Fjölni. En ég er búinn að vera grínast að kallað á fjölskyldu. Ég er þetta ekkert Fjölni, þetta er bara, við erum family. Miklu nettara. Þetta er bara Vin Diesel og félagar, sko. Nettara þannig sé að vera fjölskyldu Bjarki. Fjölskyldu Bjarki Panda. Kannski cool. Hann er aðeins vinnulegra. Já. Ég held ég fara samt að apesita ef sé ekki fleiri trampolínur og skjóta niður. Já, Er þetta ekki pót skjótalegt? Það er hægt að skjóta það? Já, það er hægt. Það eru 6-7 fallin. Jensína svarar. Adas! Hvað, ert þú með eitthvað fan favorite sem þú ert búinn að vera svona fylgjast meira með hérna í kvöld? Elko? Í Elko-deildinni? Já. Sko, eins mikið fanboy var af hérna Hjálmi í pre-Onium grímana. Já. Það var hann því miður búinn að missa mitt atkvæði, sko. Nú, hvað gerði hann? Hann var bara ekki að hjálpast. Nei. En það er einmitt spurning, sko. Já, hérna eru einmitt Mendes og Bergerino bræðirnir sem eru í öðru sæti, en spurning hvort þeir séu ennþá það með framstöðun sín í síðasta leik. Það væri gaman að sjá hvort þeir taka sér meira. En ef ég ætti að setja náttúrulega einhvern svona ofalega hjá mér, þá er hann náttúrulega klárlega Fylki Gunnar. Sem hefur reyndar ekki látið sjá sig í kvöld, spurning hvað hann er. Hann er vanur að koma með svona stæl og koma kannski inn í leik 2, sýnir sig þar. Hvað hérna, Gunsi? Fylki Gunnar. Já. Það er svona, þetta skinnur reyndar frekar cool. Já. Þetta er Scream. Er þetta Scream? Já, ekki. Ég sá mitt að Scream, hann að original kastið væri mögulega að fara að gera mynd aftur. Og svoleiðis? Já. Það er spurning hvort að það var bara eitthvað clickbait eða ekki. Þetta meina Scary Movie kastið eða ertu að tala Já, ég er að tala um Scary Movie kastið, sko. Já, það er nefnilega satt hjá þér. Já, það er satt. Já. Þú ert leikstjórinn í þeirri mynd. Ég er bara, ég er bara subscriber, sko. Já, Ég ætla að hafa þessa mynd hygglust. Já, 100%. Það er eitthvað legendary mynd. Hefur leikið einhverju mynd? Guð, veit það ekki. Hvað myndi það? Ég veit það ekki. Nei, þú veist ekki hvort það er leikið Finni vill aldrei kastið með einhverja myndir, ég skil það. Já, það eru Jensína líka fallin. En ef þú varst að spyrja mig, þá hef ég leikið í einhverju 7-8 myndum. 7-8 myndum? Já. Bara aukaleikar að labba í bakgrunn. Já. Eldarnir núna, það er hérna bíómynd sem er að koma. Ég er reyndar eitthvað fulltrúi Rauða krossins. Já, ok. Í þeirri mynd. Svona Vottar Jehova eitthvað. Nei, ekki alveg Vottar Jehova, þetta er svona underground base. Svona eins og bara að það sé að fara að njúka eitthvað. Já. Og ég er bara labbandi þar eitthvað, skiptast á að horfa á einhverju tölvur og það er allt í ruglunu. Ok. Það er ekki það? Það er cool. Já. Spurning hvað sem mikið ég sést samt. Ég eftir að sjá það. Er þetta hérna 15 skært giggið? 15? Já. Þetta er held ég 25 með eitthvað. Já, nice. 30. Alright. Ég manni, ég ætlaði að fara, ég átti að koma sem hérna aukakast í ykkur mynd. Já. Og hérna, fekk aldrei að fara, það var bara að senda heim án þess að hérna fara í kastið, í mynd. Fekk samt greitt, sko. Já, minnar. Síðan líkir reyndar löggu líka í dönsku konunni eða eitthvað. Það er einhver þætt. Það var lögga? Já. Það var bara mættir í löggubúning, var að bera einhvern fíkil niður tröppur. Já. En ég er ekkert búinn að sjá neitt að þessu. Ég þarf kannski að skoða hvort ég sjáist eitthvað.
Það er svo classic að vera hérna að leika eitthvað en ekki búin að sjá neitt af verkanum sín. Nei, ég þar, sko. Ég á eftir að sjá einhver 7-8 myndir hvort ég sjáist, sko. En ef einhver leikstjóri að horfa, þá náttúrulega, ég hrikalegur leikari, sko. Það má ekki taka það. Það er svoleiðis. Já, ég get bara leikið hvað sem sko. Ég að leika lýsanda núna. Ég lýsa ekkert. Já. Ég meina, ég skildi, hérna... Ég er ekkert mikið að taka lýsi, sko. Nei. Mér finnst það líka bara vont. Þú ert í svona hákarla töflunum frekar. Já, 100% sko. Já. Heldur þú getur ráðið við hákarl bara á þurru landi? Á þurru landi, já. 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 Heldur þú sé sterkar en hákarl? Nei. Hvað getur hákarl gert upp á landi, skilur? Hann getur beitt og hvað? Svolítið svona. Heldur þú getur haldið honum niðri? Hann er auðvitað svolítið kjánalegur, sko. Já, hann er ekki með lappir hann. Heldur þú getur haldið honum niðri? Það er bara að horfa á. Heldur þú getur haldið honum niðri? Nei. Það er náttúrulega mismyndið stærðir hákarlum. Já, ef þetta er svona lítið til svona íslenskur hákarla, já. Já. Þú kannski Það er svolítið grútlegir og litlir, sko. Já. Hákarlar eru þeir ekki bara fínir, eða? Þetta er svona litli voffur, bara. Já. Flestir eru bara mjög chill, eða ekki? Já, örugglega, sko. Þeir borða ekkert menn nema þeir þurfa. Ég held að sé ekkert að fara í stærri bráði en þeir sjálfur, sko. Nei. En hefur þið séð hann að Megalodon? Nei, ég hef ekki séð það, sko. Ég er með Stathem. Já, hann er útdauður, víst, en hann var bara eins og hvalur. En já, förum við yfir í Fortnite. Hérna er Chris, Riz, Wiz, mættir. Og það er líklegt að það er enginn í kringu þá. Það er líklegt að það verður svolítið lítið að gera sig þeim bara í næstu 20 mínútur. Já, henni vinur þinn Hjálmur, er hann í vesinni? Við erum ekkert rosa miklu vinir lengur, hann getur bara alveg slakað á. En hann er með Star Wars skinni sem þú æstirð uppi að sjá. Þannig að hlýtur að vera vinur þinn. Fattaðu hvað það var? Valli Stass. Sko, Valli Stass ætti náttúrulega að vera vinur minn þar sem ég er að rocka Stassi, sko. Píribart tekur Valli Stass í 12 líf, hann er að nota trampolín, hann er ekki að skjóta það. Ágúst. Hver skaut það ekki? Þarna varstu tæpur að ná henni góð killi. Hann boxar sig ekki inn, Jilli Hjálmur chill. Aron X fallinn, fjölskyldubjarkið tekur hann. Hjálmur, dettur niður, missi 10 skaða. Píribart er bara elta. Hjálmur er í bullinu. Hann er í bullinu. Hann hefur svona fullt af lífi ef hann kemur, hann er búinn með bild, Hann er fín. Það verður næsta að fá. Píribart kemur. Hvar er Valli Stass að hjálpa? Stassi er bara stashed away. Já, þú veist. Fun fact, beinhákarl, Cetorhinus maximus, þessi tegund er næstasta fiskitegund í heimi en svo langstasta hér við land. Hann er 10-12 metra lengt og er 3-4 tonn þyngd. Hann vist allt í kringu landið. Chris Riz er í kallari sjó. Hvað er að gerast? Chris Riz dattin út. Riz er að fela sig. Ég var að lesa beinhákarl. Já, ég heyrði það. Beinhákarl kom á Chris Riz, sko. En þú mistir að legendary joke með Valla Stass. Hvar er Valli? Já, Valli Stass. Hann er farinn, sko. Hvar er Valli? Þannig að spurning hvort þetta hefur verið klippa. Valli Stass. Það er enda, þú veist, þú ert hvar er Valli og þú ert stashed away, sko. Já. En var þetta klippa? Þú að lesa Hákarl og svo er Chris Riz. Það er alveg ykkur klippa, sko. Það geta alveg verið kannski 2-3 views þarna, sko. Wiz þarf núna að koma sér í aftur. Það verið elsta Wiz. Já. Og ekki hleypa Wiz aftur í resti. Hann hoppar á það, 100. Wiz næra... Nei, vá! Wiz er náttúrulega hættulegur. Hann er bullandi hættulegur en hann er farinn. Jæja. Chris Riz og Wiz eru fallnir. Fyrsta setið. Þetta opnar svo leikinn. Bauhaus og hvað sem hann heitir, Belarus. Bauhaus? Nei, gæni öðru. Já. Ballerino og nú eru þeir æstir. Og það munaði bara 8 stigum, mannstu. Eftir, já, í byrjumkvöldsinn. Já. Þannig að það er spurning, hvað gerðist hjá Chris Riz og Wiz? Fjölskyldu Bjarki og Steini hérna mættir og... Bjarki líka komið inn að fellu. Hann er augra. Steini, hvað er þetta að gera? Tæpur. Beygðu, ekki detta niður. Eyðir hann að einu medkiti bara upp á grínið. Þannig að hann gleymir að byggja og Bjarki bara farinn. Þannig er í hann. Seta Tony er fake, Kristó. Ok. Nei, hann er þá bara Tony. Já. Það er bara svona til að setja kokkur samhengi hérna.
Ísar X er búinn að byggja hennar metalega, er að skvetti yfir þessi lífi. Bjarki ætlar ekki að gefa hennar neitt sens, hefur 4 trampolín og nóga lífi til að... Núna myndi ég gustið með 50 og hoppa bara niður, klára þetta af. Ég meina, er hann ekki bara einn? Hér er að gíska bara hvað hann er. Ætlar Ísar X að... Er þetta samt nöðsilegt? Þeir eru að leita 2 stigum Hann skýtur tilbaka. Já, auðvitað gera það, með byssu. Núna Mendes tekur... Bjarki er eitthvað svona íhuga þetta, eigum að beila. Burgerino og Mendes ná í 2 stig þegar að ná kannski Chris Riss eftir kvöldið að vera, eins og spennandi að sjá. Þeir allan í sóknuna. Þessi leikmenn eru bara nokkuð ekkert í sóninu. Nei, Slins er í bullinu með 77, 32 er hann farinn. Hann með nóg að byggja, hoppar. Nær að byggja. Skýtur ekki draflinu, sko. Nei. Hann dabba. Gumsi þarf vel að, já. Skjóta. Jú, ætlar hann að, hann ætlar hann að beita nebba út á trampolínu og skjóta svo. Það var eitthvað pæling, sko. Já, nú var ég virkilega til að heyra hvað Gumsi er að pæla. Þyrftum að geta komist á Discord-rásinu hjá spilarunum. Herðu, sástu þetta? Ég flug hana, ég var einmitt að pæli. Ég held þetta að veri hérna Rocket í smá. Já. Herru. Gumsi er bara farinn, Pepsi Max og Nebbi. Alright, herru, nú erum við komin á stað og Gumsi... Þetta er áhugavert. Nebba, steppa. Og Pepsi Max, þeir eru bullinu hérna, þeir eru bara hlaupandi, sko. Gumsi ætla bara að halda áfram. Nú er snúaði við. Nei, herru, Gumsi komin í vandræði mögulega. Hann fór aðeins svo langt, það þarf að byggja sig að koma í vörn, en hann gerir það vel. Gumsi er ekki tilbúin í þetta, sko. Steppi Nebbi er ekki ready, hann er... Já... Hvar er Linsi? Hann er fyrir ofan. Ok. Jensína, tekur bellið. Pepsi Max er að keyra á Gumsa, Linsi mætir. Jú, og það Nei, Pepsi. Pepsi Max fór aðeins og djart henn og held að hann geti gert eitthvað meira, en Linsi kemur ofan og frá og klárar hann um bakinn á honum. Klárar ég bakinn á honum. Já, það er svo leiðis og nú er Steppi Nebbi bara eftir á. Steppi Nebbi er örgulega fallinn með við það hvað Gumsi og Linsi er að pressa mikið. Steppi fer bara í svo. En þeir vita alveg að þeir eru með hann innilokaðan. Þeir reyna að brjóta niður, er að ná því. Þeir eru bara að brjóta þetta, þá dettur þetta niður. Hann heldur þessu lofti í stresskasti. Geturðu látið þína eigin byggingar hverfa? Já, en það er erfitt. Ef þú ert með vegg og gerir þrýting svona auðvitað, þá brotnar það. Það má ekki vera tengt. Þrýting auðvitað? Ertu að spila controller kallar við það? Nei, wait. Já, ég skildi. Ég fatt hvað meinar. Steppi Nebbi opnar. Nær Gumsi lágur. Ég er eitthvað sko. Þeir eru tveir búin að Linsi er samt líka lágur og Gumsi. Nú er bara eitt lið sem þarf að koma og refsa. Nú þyrfti eiginlega sko... Nei, þetta er eiginlega búið núna. Linsi og Gumsi eru búin að ná sér aftur upp og Steppi Nebbi er ekki að ná því. Þeir eiga vegginn hans. En einhvern veginn er næst Steppi sem það halda sig undan lífi. Núna er bara, það er allt eitt í hennan bardaga. Þetta er bardaga lífsins fyrir þeirra. Nei, fyrir þá. Steppi Nebbi fær ekki sekúndu í öndun. Nú hýtur púlsinn og Steppa verður svolítið hár. Hann kemur og setur pressun á. Það er búið núna hjá Steppa. Jú, hér kemur þetta og Steppa. Hann var hlaup á vegg. Valiant effort. Vel gert samt hjá Steppa, en fínu... TikTok Maxi sem búinn að missa félagið sinn og þá er hann búinn að fá superpower. Einn á báti. Það er eins og hann vill hafa þetta greinilega bara. Það verður að leita af Jensínu. En eins og ég sjáu þá er hann búinn að byggja sín alveg þokkalega vel inn. Einn af bestu byggjörunum í ESPA-deildinni. Ættum alltaf bara að vera í Minecraft. Já, hvernig var það? Eins og það er brotið undan henni. Verður að skjóta hann sikkur megin. Nú þegar Jensína setur svolítið vörn í sók, sko. Það þýðir ekki að hún get haldið sér bara hérna niður. Aron X einhvern veginn fell í sjálfum sig. Hvað er að gerast? Opnarinn er inn á skoti, nær ekki hitta. Jensín er komin í smá basli hann á 4 HP eftir og það er verið að segja hart eftir hann akkur núna og hún er komin í fulla aðgerð að komast í burtu, en já, það lítið svo gerir þarna sem Jensína sko. Næst ekki ný skaða. Þetta er aldrei búið. Nú er það kannski fínt fyrir hann að fá þetta 75 líf sem hann ná, en nei, hann er opnar og er farinn. Vulture, svoleiðis beið bara eftir henni. Já, honum.
Definitor. Bræðirnir hérna, Kiro og Victros. Bíða bara í runna. Það eru margir hérna bara í storminum. Er þetta Ísar X? Við erum að tala um það að það eru 18 menn lifandi núna þegar það voru 19 áðan í bara, þú veist, næstu í lokahringinum. Já. Og það er hringur 5 að lokast. Já, það var hringur 9 að lokast. Þetta er einmitt, sko, fyrsti leikurinn, það er allir meira safe þá. Svo kemur annar leikurinn, þá bara, herri, jæja. Go, go, go núna, sko. Ég myndi við sjáum hérna Chris Riss og Viss bara detta út snemma. Ói, Ísar er... Fort er svo lengi. Hefði hann verið tilbúinn þannig að náða honum. Það var ekki nógu gott hérna og nú er Aron X í... Erðu? Vá. Ísar tekur bara sók. Fort er líka bara einn. Hann getur verið fallinn. Hann er 3 trampolín, hann hefur trampolín, hann verður að skjóta þér núna. Nei, 15 er líf, hann er döð, hann er döð. Það er öðru. Það er eitt. Ói. Lás og það hverjir hana fyrir framann hann. Þeir bara synda. Nei, lendir hann á veltricks á þeim. Hann er ekki eins og að byggja. Byrjar að byggja núna. Hefði samt Fort verið tilbúinn hann í runnanum á hann, þá hafði mögulega náð Ísar, sko. Já, ég held að hann er 100% á höllinu og þá mögulega hefði hann opnað á næsta kill en þarna komið þér að klára og þá er... Ég mun klára að geta komið á... Þið geta bara mætt nú og byggt þessi gæði upp. Já, já. Þetta er eitthvað sem hann þarf að pæla í leik 3 en hann var bara 1 hins vegar. Skjótu út draflunni. Gumsi er í vesinni. Gumsi er fallinn. Gumsi er felldur af Mendes. Borgrín og Mendes eru hérna í sók. Komið með 3 kills, 7 kills allt í allt. Vá, yes, þeir ætla að ná þessu fyrsta seti. Líka Chris Riss og Viss eru fallinir. Þetta er nefnilega hvernig á að gera þetta í sókninni þegar toppliði dettur út snemma. Mango Funk hérna eru í meira chillinu. Já, þeir eru bara uppi á háalofti að bíða. Getur ekki verið charge spooning og verið að slaka á og charge inn eins og hvernig það sko. Já. Og það þýðir ekkert annað en núna Mendes og félagar að bara skjóta næsta barða sem sjá. Þeir eru með alveg saman hverjir þeir munu taka barðaðan hiklaust. Þeir eru með sko blóð í munninum. Blóð í munninum? Já, þeir eru með 8 fettur. Já, þeir eru alltaf verið í einhverju hákallaskinni. Með þau hvað eru... Líkar skeppnur. Já, herru, wow. Legs. Lucky og Sleeping Tony hérna. Já. Tony. Eins og við betur þekkjum hann sem Mr. Fakey. Já, við skulum bara... En hann er komið með nýtt hann og ég ætla bara að vera að klappa fyrir því. Já, þetta er Tony. Hann ætti náttúrulega bara að vera bannaður. Nei, við erum allan bara sáttir að fá að sjá hérna rétt nöfn hérna og við séum ekki rugl í okkur hérna. Einmitt líka það sem við erum að tala um á hann, þú veist, vilt ekki búa til smá nafn, skilur við? Þú veist, búið til franchise. Nákvæmlega, þú veist, Gunsi B nafni mitt, þú veist, þetta er virði einhverja mörg $100,000 núna í dag, sko. Þú er ekki TP12 bara fyrir ekki neitt, sko. Nei, og þú heitir hann að, hvað heitir þú áttur? Það er bara það, sko. Hvað heitir nicknameið þitt? Snapster? Já, Þú snappar sálunar og fólki hægri vinstri, sko. Þú og Goggins eru bræður. Það er svona Séðan þegar ég er góð uppgafið þá er ég því Snapster, sko. Já. Og líka Snapster með stóru S-i. Já, sjálfsög. En þú veist, þetta nafn fylgir þér. Já, þetta mun fylgja mér að freka langt í lífinu, sko. Já. Já, eftir útborgun þá var það Snapster með $sæn. Tja, ég getur mín sjeli. Og þegar þú varst í Danmörku þá var það Snapster með dönsku krónunni. Dönsku krónunni. Alright. Þegar þú ætti að spila seint á kvöldin þá var það Snapster með öllu lágum stöðum, sko. Það mátti ekki hafa hát. Já, það er nokkur þess að undan. Snapster. Snapster. Eru menn að taka hérna smá djarfan leik að koma sér inn í svæði hjá öllum hérna öðrum. Ísar er með ekkert á. Vá, hann er að liggja með 1 í lífi eða eitthvað. Það sést vel að hvað hann er mikið líf, hann á það lítið. Það er bara, ég held að þetta væri bara svona ghost. Þeir eru þægilegir hérna hliðin á trukkinu sem ætla að brjóta niður, greinilega ekki búin að fá heimsendingunum sína. Komnir inn í pósthverfið. Það eru fjölskyldubræðurnir eru búin að byggja ákveðið rými. Núna er allir að skipta út
reyna að eiga sem flest byggingar eftir fyrir síðustu bardagana. Það er 8. hringur, að fara af stað yfir í 9. 9 sekundur í það. Herru, það er samt 16 eftir, þú veist eitthvað að kvartaðan var svo fáir og nú er allir það hægðist alveg á leiknum sko, en þetta var að segja það var að vera aðeins meiri hérna að fellum fram að því sko. Burgerino og félagar í góðri stöðu er að halda síns Ég persónulega til í að hafa ekkert of marga í seinasta hringinu. Jú. Nei, hvernig eigum við að lýsa þér? Þá bara missu okkur og öskrum eitthvað. Svona eins og hérna Tasmanian Devil þegar hann er að öskra. Það eru fömbræðirnir eru aftur að reyna að ná hægrandinu snemma. Og það kemur trampolín og þeir skutt sér beint inn í Burgerino og þeir eru komið í stopp. Já, þeir sáu þetta og fóru bara beint í vörn. Fuck, þeir bara loka sér inni. Já. Þeir eru bara með leikkerfið sem þeir fylgja, þeir reyna ekki að ná toppnum. Vippum okkur á Burgerino og félaga með langar aðeins að taka þeirra píói hérna á toppinum. Aron X, Mugsy, Staney, Creo, Leg. Steffiniður, greinilega að fá fellið. Það eru fjölskyldubræðnir ennþá lífi. Níundi hringur, 15 spilarar eftir. Samt 9 lið, þannig að það eru nokkur sem eru einir. Hér höfum við að þeir eru með toppinn hérna Burgerino. Það eru Bjarki með allt opið. Bjarki tekur stóra skoða að reyna að rótita hérna Burgerino sér það. Og nú er Tikkato Mugsy, hann ennþá einn. Sigurverður síðasta leik, Tikkato Mugsy er þarna. Burgerino tekur 90s beint upp á toppinn. Greinilega búinn að vera í creative. Hraðinn á þessu. Og tekur smá skaða en það er fyrsta kontakt hjá flestu sem er rótiti yfir í háloftinu og hann getur svo sem tekið geggjaðan skaði. Hann fyrir helling af hlutum. Það verður að pressa á Mugsy hérna niðri. Mér líst ekkert á þetta. Mugsy sér í tómum andanum niður, Aron X eftir á Ísar þar fellur niður. Þetta er einmitt ástæðan okkur Ísar X að hefði bara að drífa sig inn. Burgerino er með fullt af targetu sem hann getur verið að skjóta hérna. Kiro vinstra meginn, ekkert líf. Bjarki fallin líka, fjölskyldubræðnir voru bara teknir. Hver að baki nema sér bróður eigi segir hérna Aron X fallin. 12 spilarar eftir, Burgerino á toppnum. Stormurinn heldur áfram, Aras er fallinn. Burgerino hérna tekur góða fellur. Burgerino er ekkert að fylgjast með! Burgerino með 7 kills, hann hlýtur nú geta snúið svo við á þessu blaði hérna. Nei! Það fellur hann og það er það búið og er þá Nuno Mendes samt eftir með 3 kills og Æjæjæj. Hann næri að halda sér lífi, hann með 7 eftir, hann má ekki narta í stóni í 1 sekundu. Hann er dansað í djöfulinn. Akkur fer hann ekki bara niður? Hann má ekki verið í sóninu! Mía, þú ert að gefa mér hérna tauga sko. Bræðurnir eru feldir og þeir eru í hvað? 7. sæti. Þeir fá slattaða stigum, en spurning hvort þetta sé nóg. Þetta eru 18 stig í fellum sko. Mér sýnst Mugsy ennþá vera lífi. Já, hann er ennþá lífi, Mugsy. Bræðurnir með allt opið. Tony nýtir sér það. Lux og Tony á toppnum. Jú, þeir taka sér á toppnum og þeir eru með þokkaleg stigagjöf hérna félagar í hvað? Öðru 3. sæti, jafnvel, ef þeir halda hérna sömu stigum þegar þátt fyrir nafnabreytingar. Steffiniður búinn að vera góður í þessum leik, tekur Kiro. Bræðurnir virðast bara að vera chillin samt. Mugsy inn í storminu. Enda leiður, hann er alltaf einn á páti með hann nær einhvern veginn að halda sér á lífi. Hann er slagur. Tony, tekur Steffiniður. Gott skotið hérna á Sleeping Tony. Hann heyrir í Mugsy og tekur Mugsy. Tony að fá líf og nær að halda sér á lífi þess vegna. Þetta var bara aftaka í fínasta formi hérna innan zón. 2-2. Er þetta Tony og bræður eða er þetta Mugsy? Nei, hérna Mango Funk taka sér aftur tops 2. Já, þeir eru með leikkerinn og hreinu, taka toppinn en Tony og félagar virðast ekkert vera sáttir, ætla að keyra strax í hann. Tony fellur. Þeir aftur bara beint upp. Gætu negla hérna hjá Sleeping Tony. Þetta var fáralega vel gert til Tony. Sástu þetta? Það voru að tala saman, að detta niður, hendi niður trampolíninu, skýtur sér beint upp á toppinn og neglir hann. Þetta er geðveikt. Örgulega bara betra play heldur en að vera hann upp á toppnum. Þetta er bara svona smá surprise sjokkar inn í face sko. Mugsy maður, hvernig næra hann þessi? Mugsy, hann var lengi einn aftur sko. Já, tók 4. seti. Tekur ekki alveg nóg mikið surprise, hann er fundinn og það var bara aftaka í miðurhing en og vipp okkur í smá lúka-lúka-lú og fara í smá passu. Já.
held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Elko-deildina, það er þriðja vika í Duos og síðasti leikurinn fer á stað eftir smá, við vorum að klára leik 2 en bara svona örsnögt meðan ég hef fólk á skjánum hérna, þá erum við byrjaðar að safna inn skráningu fyrir Trios. Já, það er skráningu opinn fyrir Trios sem er hvað, næsta kvöld hjá okkur eða ekki? Nei, það er ekki eitt kvöldi viðbót. Er þetta senasta kvöldi hjá okkur í kvöld í Duos eða? Nei, það er eitt Duo viðbót. Það er 4 kvöld, það er kvöld 3. Já. Ég veit það ekki. Productions, segð þú mér? Þetta er seinasta kvöldi í kvöld. Vá, þá erum við bara að fara að krýna sigur. Ég held að vera eitt í viðbót, en mér skilst. Og mælum við bara að skráðu tríó og við ætlum að ná, hvað? Ef við segja 80 manna lobby allavega. Hvað komast margir? 100. Ok, hvað með þá 72? Já, bara... Hvernig virkar það í marghöldinni? Þrísvar sinnum eitthvað, er það 72? 75, jú það virkar, það ekki? Jú, það virkar. Ok. Eða því 67, það virkar bara ekki, sko. Nei. Það þurfti að vera einn odd man out, sko. Já. En við viljum for the memes, það þurfum við að taka 6-7, sko. Já, ég sammála. Þannig að við höfum bara kappa 67 í mótinu og bara fyrstu kemur fyrstu fær. Hann sem verður 7. leikmaður, þess að staki leikmaður, hann fær 5 lúkalút dæmi. Já, þetta verður klippa að setja TikTok. Þannig að skráninginu TikTok er byrjuð. Þannig að við getum gert svona 6-7. En já, tölum aðeins leikinn á hann. TikTok Möxi næra að slæta sér inn 4. sæti. Ballerino Boys tapa hana einvíðinu móti Tony. Þeir eru náttúrulega fullt af fellum. Já. Það eru með 9 fellur allt í allt eða fleiri, 10. Já, Ballerino Boys og þeir lendi 5. Þetta verður spennandi sko. Chris Riss og félaga náttúrulega dottir út mjög snemma. Já, það verður gaman að sjá hvernig stigatablan bara lítur út right now. Já, en það væri crazy ef við myndum fá það sko. Það er spurning, þú veist, nei. Það eru 3 stig sem skilja hérna að What? Chris og Bergerino Nuno Mendes.
3 stig, þannig að þessi síðasti leikur snýst basically það hver að fara að vinna. Hjá þessum tveimur þetta svolítið svona, það mikið hú hjá þeim og það 50 stig í næsta lið. Já. Það alveg slatti, sko. Þetta Vish og Chris á móti Burgerino og Nuno Mendes. Já. Hver að fara að taka það? Maður heyri í chatinu heima, sitt í Twitch-chati. Leikur haldi. Ég sko meðu við senasta leik þá ég með peringinu minn á Burgerino og Nuno Mendes. Já, það rétt. Sko, ég held nefnilega að ég hef aldrei séð Chris Riss og Vish spila eins og þeir eru að spila núna í kvöld. Nei. Þeir eru verið að forða sér frá bördum, voru að fela sig í leik nr. 2. Svona, þú veist, þetta eitthvað. Veistu það til fleiri en 500 tegundur af hákallum? Nei, jú. Það alveg rétt, þeir eru voru að fela sig og þeir eru ekki alveg á takt, sko. Nei. Þannig að það spurning hvernig alltaf að spila leik 3. Þeir að fara í gamla góða láta Vish bara að vera gjössanlega að skeppna og... Þeir eru svolítið eins og hákallar, Vish og Chris. Þeir eru hræddari við mannfólk en við erum hræddari heldur en við ættum að vera við þeir. En þeir eru svona stór hættulegir. Já. Þeir geta bara allt í einu dreipið alltaf. Já. Þeir hafa það í sér eða vilja. En ég var svolítið til að því að þú veist, það sem ég held að muni gerast að þeir náttúrulega þori ekki að taka sénsinn sinn. Þetta síðasti leikurinn. Já, síðan það koma taugar í svona aðstæðum í alla, sko. Já. Núna þyrftum við helst að hafa púlsinn. Nú gaman að hafa púlsmælinn. Það nokkra kaloríur sem að fara, þeir svitna nokkrum kaloríur minn í senasta leiknum. Það svona ættir að bölka upp á Lukalu. Já, fyrir mót. Já. Bara, já. Hvernig fæ ég þegar að fara bara að fá prósent af þessu Lukalu dæmi held ég, sko. Já, við erum sponsorar af Lukalu. Þú veist að sinna vinnunniðinni, það rétt ég. Ég bara, ég verð ekki með engi fyrirmæli fyrir þessu. Ég að gera þetta allt út af ég góðhjartaður maður og elska Lukalu út af lífinu. Lukalu ráðherra alheims hins. Já, nú fyrir að stýtast í 3. leikinn. Nei, ándjóks, hver að fara að vinna þetta? Ég með Nuno Mendes og Valverino í peningarna mína. Já, þeir eru búin að vera underdog. Já, þeir eru búin að vera underdog en núna eru svona Dark Horse Rising og sérstaklega þetta segisleik, það var ekki neitt Dark Horse við á. Þeir eru bara með fullt af kilómetrum, ekki hræddu við neitt, fara bara í slæginn, taka og bara afgreiða hlutina. Þeir eru bara svolítið opnir hann í lokin. Já. Svolítið djarfið bara. Já, ég er örugglega bara sammála. Já. En mér líður eitthvað eins og ég þurfa að vera hinum einn. Já, ég meina þú veist, það aldrei slæmt að setja peningin sinn á Chris og Vish, sko. Já. Það aldrei slæmur, það ekki slæm. Erum við búin að setja þetta upp í Twitch-chati, svona, það sé þetta að vóta? Svona poll? Já. Þú veist, ég efast það, sko. Nei, það var ekki eðvitt. Það er slökk að ljúsi. Þarna, þægilegt. Ætli þetta sé svona, já, ég var að fara að segja skipting yfir í leikinn. Hérna eru Tony og félaga sem unnu leik nr. 2 fyrir ykkur heima, þá munið ykkur skeftunum sem Fake Chris. Nei, iChristo. Góður glætir sem hann er að vinna með, tónlistin er góð, já. Ég var að byrja að freestyle. On the flow hérna, sko. Já. Sko, þeir sem vita ekki að Gauti producer og ég, og mögulega fleiri, getum verið að fara að henda í Elskodeildarlag. Elskodeildin. Gumsi og Hlinsi eru í Fortnite. Svo ég alveg rosalega í taktinu, sko. Já, þetta er flow. Já, þetta er flowið, sko. Þú veist. En ég myndi örugglega hlusta á mig út. Það er svolítið. Tjökk. Möxi og Svali. Herri, við erum ekkert búin að sjá Svala neitt, sko. Hvað hann búin að vera? Ég er búin að sjá glitta í hann, þú veist, málið TikTok, hann er alltaf látin og TikTok Möxi er alltaf einn. Já. TikTok Möxi er sko með eina felli, kallið minn, sko. What? Sko, núna þarf Svala að fara að gyrða aðeins, því að Möxi er örugglega illt í bakinu, hann heldur á Svala, sko. Já, ég meina, það er bara fjör á stemminginu á TikTok. Já. Gunnar Jr. Gumsi. Það eru Hlinsi eða fallin. Já, ætla það ekki svo. TikTok Möxi er hættur. Sér hann ekki. Og lætur sig fara. Gumsi er hættur, sko. Gumsi er hættur, hann er mjánum næst í, sko. Sko, þetta er í seginu mín í. Það ætti að heyra samt í honum núna í þessari fjarlæði, sko. Hann er búinn með builds. Svali heyrði ekkert í honum. Hvað?
Svali bara trippir. 40. Það hann einu viðbútt. Það var gott. 160. 80. Svali snöggur að hýla sig upp. Bara með 2 byggingarefni. Ef Gumsi myndi elda þá væri Svali alveg í bullinu sko. En það væri vitlaust ef hann að gera það. Herra, það hægt að segja cash stöðuna þegar maður kíkir á byggingarefni. Ok. Það það sko. Cash money, 50 kell. Hvað kostar að rífa Eva? Það kostar gull. Ég veit ekki hversu mikið. Ef þú ert ekki með chipið. Það er að vera skjóta Gumsta 39-12. Þetta er dýrkjöftinni hjá hann, þar sem hann er bara nokkla einn eftir. Ef hann brýtur steininn, hvað er Gumsi að gera? Hann bara brota hann sjálfur. Gunnar Junior er að elta Gumsa, þetta lítur alls ekki vel út fyrir Gumsa. Hann getur verið fallinn, liðsfélaginn hans Lindsay er fallinn og er þetta endaloki. Hann hætti bara, hann lappaði bara inn í stofu. Líktu við að hann bara hafi sleppt. Já. Þú veist, lyklaborðið hans var einmana. Það er svolítið hann sko. Hann var bara farinn. Hann hefur mögulega mist smá kjarkir eftir að hann datt út og snemma á. Headsetið var farið af hálsinum og... Sen er hann bara skotinn á fullu. Þetta er alveg áhugavert sko. Gefast bara svona gjössanlega upp. Það er alveg list að halda róðunum sínu, með taugunum sínu róðandi sko. Já, en hann hefði sem getað skotið á hann þegar hann var að glæta. Hann hefði getað gert margt. En hann kaus að gera þetta. Mango Fong, hérna þeir tóku sér 2 stig, eða 2 sinnum annarsæti. Já, þeir fíla svolítið silfrið, greinlega ánum fyrir gulli. Þeir voru með samt mismunandi hérna aðstæður í senstu leikinu. Fyrir leikinu þá eru þeir svolítið að sækja, seinni þá eru þeir að chilla. Annarsæti saman hvað? Já, þeir reyndu samt að fara á high groundið þarna í síðasta leik. Já, þeir má bara refsa af hérna Sleeping Tony og félagar sko. Það er alveg smá klippa hana hjá Sleeping Tony sko. Já, ándjóks. Skiptir í Tony? Var þetta klippaði það? Nei. Þetta er ekki hvaða klipmanlegt við þetta. Kalla hann skiptir í það. Klipp það. Það var 40 klipp. Hann er númer 67 í Íslands búningnum, Hjálmur. Wow, alveg stæsk. Vá! Sástu hvernig liðsfélagið hans opnaði fyrir hann? Teamwork, Mr. Dreamwork. Hjálmur í byllinu. Akkur gulpar hann í sig einum fisk og 550 skjöld. Þetta er einu sekundu. Nei, hann kastar honum frá sér. Hvað er hann að gera? Akkur gulpar hann ekki í sig? Þetta er ykkur halva sek, sko. Hjálmur, þú ætti nú að vita betur en að skjóta þessu trampolinu. Ég væri til að fá hann í Discord-kall og láta hann heyra það, sko. Þeir klippað mér að öskra á þegar þú ert að elta gæja á þessu trampolinu, sko. Nú er spurning, hann er svolítið að sína hvað hann geymir trampolinu, hann er ekkert að sprengja þau. Hvar er... Já, þeir finna hann eða hvað? Hann svona... Vitað er á honum. Er hann svona með smá sneaky play hérna? Vitað er á honum. Nei, þeir veit ekki neitt. Nei. Það er hættilega hræðileg tónlist hana. Sjáum líka hvað það er. Hvað er það? Þeir eru alveg uppi í storminina, félagar, þeir eru að sjá hérna bara hlið við hlið. Á, klassi mætt hérna. Á næst í bann sem við verðum að hjálpa stað, þeir voru svona allt hverju verum. Steffi. Já, er Steffi með Steffinator? Steffinator og Steffi. Já, flott. Wow. Fjölskyldusteini. Næstu í halvu niður. Hvað ætla bræðurnir að gera? Ætla að halda áfram að ógna. Storminu fyrir að stað eftir 20 sek. Þeir eru hvorir í einhver bestu stöðu heimi. Bjarki með 6 trampolín getur skotið sér áfram þegar hann vill. Steffi og Steini er ekkert, nei hérna Steffinator er ekkert voða ánægir með bræðurnar af því að þeir skutu á hann. Og núna fyrir Steini að tikka í storminum. Hvað ætla Bjarki að gera? Þetta er samt bara retreat hérna hjá FH. Wow. Bjarki greinilega með gott mið, hittir hann að 60.
Eru svona, er allar byssum alveg eins og recoil í þessu leiki eða er alltaf mismunandi? Hanna, þeir brutu hérna trampolinu. Nei, það er ekki allar byssum alveg eins. Fánkbræðirnir bara að reyna að halda sig sem lengst upp í loftinu, sjá það Dr. Hákon að halla blika, spurning hvort það er alltaf bara að lenda beint á þeim eða fara fram hjá þeim. Nei, þeir verðast að vera að fara í sikkvara áttina, flottir svona sameiginlegi glæterar hjá báðum liðum sínsnir, nei. Nei, manga fánkar ekki alveg með sama, þeir eru fáum búning hins vegar. Já. Þannig að er hægt að aðskilja þá ef fólk er að fylgjast með glætarunum í loftinu. Já, sem heitaði líka Markus og Natti. Já, en ég er að segja að þú sér náttúrulega bara skinnið ef þetta spila mótið, eins og núna. Hvort veit hann að hann sé búinn að skjóta 67 á? Skilur þú? Já, já. En hann veit kannski út frá glætarinn núna. Já, svo. Þeir fara aftur í loftið og bara já, ég er búinn að hitta hann með bláa glætarinn. Alright. Þannig að þetta er kannski mistök hjá þeim, Ég bara kom ekki eins og þú greið sko. Nei, eins og ímyndaður að vera að fljúga báðir, þá bara, herru, fókusum bláa glætarinn. Já, ég með þér annars sko. Í staðinn fyrir að þeir eru að sikksakka bara. Ég væri alveg til í þetta koms, ég hefði örugglega ekki sjálfur sagt það. Nei. Þetta er einmitt, skiptir öllu máli sko. Wish. Er inn í sóninu. Aðeins á eftir á hana í skótunum. Já. Það komið svo aðeins framfyrir. Hérna er Nuno Mendes og Bergrino. Bergrino er bara... Jensína komir hérna í sóknið og núna er þetta Bildorino á móti Jensína. Ná Jensínu hana, Lárri. Þeir eru voða hátt uppi, geta ekki fallið. Bergrino er fallinn! Já, og nú er þetta komið Bergrino er tekinn. Háski núna hérna fyrir Nuno Mendes. Hann er einn á móti Jensín og Gunnar Junior. Og Gunnar Junior og Benz, bara því þau taka sem núna. Við verðum að fá að skipta aftur tilbaka, þetta er liðið sem er öðru sæti, Mendes er hérna. Tony er samt að bjargunum mögulega. Ó, þetta gæti verið stórt hérna fyrir Nuno Mendes. Tony er að bjargunum. Hann vill náttúrulega bara hverfa. Já, en hvar? Hann er rosa hátt uppi, sko. Hann er ekki við trampolin. Mendes verður að ná Bergrino aftur upp. Tony. Ekki ætlar hann að fara að ógna Mendes, hann er búinn að finna Mendes. Þarna átti Mendes bara að vera farinn. Ó, þetta er ekki gott en hann er Hann er rosalega hátt uppi, hann er með lönspatinn en hann er ekki með neitt til að komast. Það er fullt að dóti fyrir, hleypirinn eins og lífið hans. Nei, Herru, hann er að ná að sleppa. Hann gæti fallið hérna í grifjunu og dottið niður. Nei, það verður eldan. Nei, það er ekki eldan. Jú, Tony er á eftir hann. Og Gunnar Junior og Jens Var Wish að fella? Var Wish fallið? Mér sýndist Wish hafa fallið. Nuno Mendes er í tómi tjónu hérna og Jensen og þau geta. Nuno Mendes er fallinn! Og þar höfum við það. Þá er spurning bara hvar eru félagar Wish og Chris. En hérna skulum við halda áfram í þessum bardaga Jensina og Gunnar Junior ætlar að taka mótið Stephen Tony og Lökki sem er unnu senasta mapp. Og hérna eru þeir og svona frekar stillt heim bara. Jensina. Sér að Wish er búinn að vera, þetta er annað skipt sem Wish fellir á storminum. Nei, hérna Chris er að... Ætli þeir hafi bara verið að chilla út fyrir svona og bíða þangað eitthvað gerist með Ballerino. Ég veit ekki, þeir eru eflaust búin að vinna. Já, ég meina þeir þurfu ekki að taka action eða þeir eru út fyrir zone, enginn er þar. Og býður bara eitthvað gerist, vonandi að deyja þeir, og ef ekki þá farið þeir bara endzone. Gæti verið. Það er svona óþægileg strategía, sko. Það virkaði. Já, Wish er samt bara fallað inn að hægri vinstri, sko. Það er samt búin að vinna. Já, ok. Það er gott að vera viti núna. Já, ég meina, þú veist, strati, ekki. Jú. Hvar eru þeir? Í dæm? Já, ég veit ekki hvað Má ég sjá mappið? Við erum þarna í Harmony Hills. Já, þeir eru chillin. Þeir eru ekki chillin. Þeir eru báðið með næstum í undir 50 líf. Samt chillin. Nei, ég meina, cirka 6-7 ára dega. Jæja. Erum við að tala um þá að segja að þetta er bara komið silti heim hjá Wish og Chris? Já, ekki nema þriðarsætti hjá okkur rífi sig í gang og taki bara eitthvað... Já, ég meina þú veist... En já... Tony og þeir geta alveg gert það, þeir eiga alveg eitthvað inni. Það skiptir þetta. Dr. Hákon er fallinn, hann greinlega glemt að taka liðin sín. Hann er bara sendur í lobbyið. Það er engin biðröð, það er bara beint í lobby.
Nei, ekki fara beint í lobby. Haldið áfram að vera í leiknum. Stíðin ykkur. Helli blagi. Herru! Sleeping Tony og Luke eru í vandræðum. Gunnar Junior og Jensen hafa greina að ná smá yfirhendur. Jensína! Sleeping Tony að taka Jensínu hart niður. Gunnar Junior þarf að ná síldunum sinum upp. Skipur í Tony að elda hann. Tony sóksamsam sig á þau sko. Gæti látið sig hverfa. Þarna lútið svo vilt. Open it, mother. Nær hérna í slörpin 2 mér þess að Hjálmur. Það eru mættur að Hjálminn og... Hann búinn að ná liðsfélagum sinum upp, var ekki eftir að fallin. Jú. Máli Stass og Hjálmur báður lífið. Veitu einhver hvernig landsleikurinn voru? Í fótbolta? Já. Eða í NFL? Ísland-Frakland. Ég held að Ísland sé ekki með landslið í NFL sko. I wish. Hefðu! Stassinn maður. Hitti Bjagund harkalega hana og hann Bjagund að skjóta trampolínin! En Valli með 3... Já, hann á nóg til, skilur en það er ekkert verið að gera hún þetta frítt. Valli snýr samt aftur við og fer að hjálpa hérna Hjálmar. 26 lifandi og 4 fingur fyrir að lokast og ágætlega eftir af að liðið hérna. Í seinasta leik þá voru 50 hringur að klárast og þá voru hvað? Tölur tværið eftir það ekki? 15 eða eitthvað? Já. 16. Viss hérna og Kristur Risser er komin í sókn og taka Bjagund út, Bjagund upp kláraður á fría sendingu hérna hjá þeim og áfram fleiri stígum. Já, það er 1-1 í Ísland-Frakland. Og Luke X hérna 1-1. Já. Alright. Ísland komst yfir. Luke X hérna búinn að vera revivaður af Sleeping Tony. Oh, what? Þessar flugur eru alveg hérna smá trippin sko. Þetta er síðasti leikurinn í Duos. Síðan byrja Trios í næstu viku sem að... Þið laugið alveg hart að mér senastu leik en að senastu streamið og segðu að það væri 4 leikir. Ég held, já, það var haldið að væri það. Ég er alveg búinn að vera gaslætaðar hægri vinstri síðan ég byrjaði útsendingum hérna sko. Já. En við erum að tala um það að Trios er að byrja næsta mánudag og það er talið vera einn af bestu game-módunum 3 í liði. Þannig er bara leikurinn var ætlar til að spila í full stakkuðu liði sko. Já, skráningi hrafin. Við mælum eindriðið með alla að skrá sig. Og Hjálmur og Stass eru svona, já, frekar lipur í hérna kringum byggingunar og ætla sér ekki að hleypa halablika og félagi burtu hérna úr hringinum. Þetta greinilega bara hérna hingað ekki lengra segja þér. Og nú ætlum við að berjast. Svona viljum við hafa. Erum með pressuna bara í botni. Hvað er í gangi hérna og Gunnar Junior og Jensen eru að komast á næsta svað. Eru þeir búin að klára þá leikmenn félag í... Jú, þeir kláruðu ballerinn og félag. Þá er hérna fleiri sem taka Mugsís og Svali Gaming. Það er alveg ágætlega. Það eru þriðja liðið sem mætir inn og tekur það þátt í Gunnar Junior. Gunnar Junior tekur þá smá skada og ætlar að byggja sig frá. Hún veit ekkert hvað að gera þá móti Svala Gaming og tekur Mugsís hver sem er að skjóta á. Það er einhvers veginn lengst í burtu. Þannig að hann hættir ekki. Og Mugsi ætti núna, hann er að leggja allan fókusin í það að ná einni klippið viðbort fyrir TikTok eða spurning hvort þetta sé hún. Það er Sleeping. Gunnar Junior er tekinn á hliðinni. Jensen og kunna ná samt hérna að recovera og hvað er þetta auka lið sem er að skjóta á? Veit það ekki, það er góð spurning. Þeir eru einhvern einhvers þar á toppinum sko. 25 spilar eftir. 7 ringur. Gunnar Junior að halda áfram að ráðast að Mugsi í Hjálmur nær hann enn í fellu. Það er hver hérna að leggja Gunnar í smá einelti þarna sko. Já. Er þetta Gunnar eða Gunnar? By the way. Þetta er Gunnar. Gunnar. Herri, hann er komin á einhvern skemmtilegan stað hérna. Já. Kósi.
Hérna sjáum við mögulega sigurverðarna í duos, Wiz og Chris. Wiz Chris. Já, það er hans líklegt sko. Christmas. Það væri næstu í kúl. Já, það verður það í jólun sko. Já, Christmas. Er ekki jóladildin eða? Jensína, þú sjáu hvað hann er snögg að byggja og Möxi getur fallinn, hann er fallinn. Þannig var hann tekið og Gunnar Junior líka, nú ertu bara að svala um þetta Jensa. Hann klárar Möxa. Hann sópar hann upp. Hvað þarf hann að gera? Jensína með yfirhöndinu hérna með skjöldin og byggir hérna mjögulega að reyna að ná Gunnu en hann tekir hérna Hann er að beita Svala. Hann ætlar hann bara að lifta örugglega Gunnar Junior upp ef hann nær því. Hann byrjar að ressa. Já, Sóni kemur og það Nei. Það svona pressar á þetta allt saman. Hvað er Svali að gera? Hann er að leifa honum bara að ressa. Nær með þess að kasta medgeturinn. Mögulega ætla Svali bara að fara og reyna að ressa sjálfur. Ha? Var hann fallinn? Svali fallinn. Já, ok, það er eitthvað rann sem tekur hann út. Eða bara fjall og stormi. Nei, what the hell? Sá ekki. Fjölskyldubjarki er líka fallinn. What the hell? Ísar. Er í Billie Eilish skinninu, hann og Aron. Með þess að í Nike skónum líka spurning hvort það sé partur á skinninu eða ekki, ég verð ekki viss. Það er svo mörg skinn í þessu leik. Það er hægt að skipta skó. Það er hægt að skipta skó, það er nefnilega málið. Fjölskyldubjarki gerðsvonlega fallinn af Vish. Þorri skýt sér upp. Nú vil ég sé að frænda gera eitthvað stórkostlegt. Já, þetta er original Skippy. Þetta er Skippy. Það gleymist. Komnir hérna inn í zón og mögulega með bara toppinn. Er þetta ekki eitt Big Shield sem hann hendur í því þarna? Chris tekinn hana alveg. Já, nú er komið alveg bardagina með Stephen Toney og Luke X á móti sér þar sem Luke X er einu sem er að hóta að komast til annað þriðjasæti. Spurning hvort hann ætla, já hann heldur áfram, það verður að keyra á Chris. Chris er fallinn. Vist líka mögulega. Vist veit ekkert hvað hann að gera. Nei, það er að koma sér samt út. Ekki svona pressur. Vissi bara, hann er bara vanur að keyra, hann veit ekki hvernig á bakka. Nei, þetta er það annar málið, þú... Vissi tekinn á Aron. Þannig að þetta er út Nei, í 10. sæti. Þeir fá ekki mörg stig fyrir það. Hvað, þeir þurfa hvað? 20 bobbu? Tóni og félagar? Já, 20 bobbu þá eru búin að vinna. Taka stólskotinn að Sleepy Toney er dottið niður og fallinn. Ekki sem voru það að fara að gera byggja hérna niður. Draumurinn er voðast. Hann er fljótur að fara. Hann er bara farinn. Út. Tóni, þarna hefur mögulega nokkri liklar og liklaborinn dottið úr þegar hann sló í það. Stórhættulegt rótið hoppa byttið við veginn og nú Slóni byrjaði að pressa hérna á Luke X. Hvað ætlar Luke X að gera? Hann er með þriðja sætið í höndunum, ætlar hann mögulega, hann geti líka náð öðru sætið, það gleymist. Skýrskjótabissunum eru sterkar núna að reyna að brjóta allt í sundu sem við erum að byggja. Mögulega líklega að ná öðru sætinu, en þeir eru í bullinu núna, þetta geti verið búið bara. Það eru allir í lobbyinu á fókusan. Hann er líka eini sem er ekki inn í þing, hann er í vondum málum hérna. Hann er byrjað að narta hérna 5 ska á sekundu, nær hann að halda sig út eða ekki. Hann virðist ekki vera með neitt, hann er að byggja hann lengst í burtu, skýtur inn og hann kemst. Hann er ekkert í öðru sæti fyrir upp á heppni, sko. Nei, það er alveg greinilegt, þeir eru búin að vera að segja eitthvað svona, já, konsistent. Já, stöðugir. Stöðugir, já. Stöðugildi. X og E ásinn hjá þeim virkar. Jensína. Spreið sér framann. Herðu. Það er 2-2 í Ísland-Frakkland. Og nýjustutölur innan Viss XD og Chris Riss eru með 208 stig, Krist og Löf. Nei, býttu, hvað er það að segja? Og það er alls konar dæmi í hérna, sko. Þau fá stigatöflun eftir leikinn. Það er bara live stigatöfla hérna í gangi, öllu í gangi. Fólk er að missa sig hérna.
Arnex og félagar eru komnir í góða stöð, það er búið að finna á. Engin annar en Dr. Hákon og Halli Bliki. Dr. Hákon greinlega komin aftur upp. Hann var felldur fyrir leiknum. Fín komin hérna Gunnar Junior og Jensinu í þessum seinasta leikjum kvöld. Svona búin að aðeins að saman fyrir ykkur hérna Mechanic sem ég er búin að vera að bíða eftir. Allir að hoppast inn. Stökk inn. Stórhættulegt. Valur Stas mjög láranna. Kannski vel gert hjá Ísar og Aron að bíða aðeins, en spurning, eru þeir að fara að vera nartaðir núna? Nei, þeir ná að hoppa bara. What? Slætar inn í! Luke X er í stóru vandræðum minna, hann þarf að hörfa. Þetta er Luke X líka. Það er allir á eftir honum. Aron X og Ísar eru allir að falla núna, 3 fallir. Nei, að falla í röð. Gunnar og Jensen er að taka hérna sikur á menn út og F.A. Þorri taka 2. Sjálf Móstassa. 13 eftir. Steppi Neppi bara í róliheitunum, að byggja sig hægt á róliðinn. Þeir eru í jólaskinninu, komnir í jólagýring, Halli Bliki feldur. Og þar koma Magga fanginn og þeir taka stefnuna beint upp á toppinn. Báður komið með toppinn núna og það er það sem þeir gera bara í loka hringin til að finna sér stæðsta staðinn og þar færa þeir upp. Nú er þeir komið að Luke X til að reyna að gera það sem hann getur til að ná fleiri. Nær Þorra! Nær Þorra! Þorra í geggjum neglum. Mögulega spurning hvort hann þurfa að ná í byggingrefninu hans, en hann gera það ekki, hann bara slaka á. Og þetta Hákon kemur með góðs höggin, en Magga skila tilbaka. Og það er, Dr. Hákon er komið í stómvandræðinu og komið sér aftur upp og það gerir hann læra að byggja sig aftur í kringu sig. Og veldur ekki hann að low. Bara með 5. byggingrefni eftir, hann þarf aðeins að hugsa hvað hann þarf að gera. Lent liðan honum, enginn annan Aron X. Hann þarf bara að ná sér í eina fellu og taka upp byggjarinn einhverjum öðrum, það er eina málið, þannig er fullt af félagum til að gera það. Ísar X. Þessi Max er rosalega low og það er hann Ísar mjög low líka. Dr. Hákon má ekki taka skaðan. Það fellur hann í sóninu og það var ekki nógu vel gert hann að gera sig á honum, en Jensen og Gunnar Junior er allir að fella. Gunnar Junior. Luke X er ennþá á lífi. Hann er einhvern veginn ennþá á lífi, hann har TikTok Maxi að yfir sig hérna. Pepsi Maxi feldur, Steppi Neppi feldur, Luke X aftur. Komið 3 fellir núna á stuttum tíma. Fongobræður uppi. Þeir eru slagir hana sko. Og þannig kemur ykkur hoppar á ofan og nær góður yfir skotum hans fyrir Gunnar Junior. 2 HP á Magga Fang, Markus og fellur hérna niður. Gunnar Junior, vel gert. Jensina er hérna að koma á móti og tekur það bara út. Fangbræður teknir út báðir. Góð innkoma eins og ég segi hérna hjá Gunnar Junior og Jensina. Geðvik. 4 eftir. Hérna Aron og Ísar, bræðirnir, ennþá á lífi og Luke X. Gunnar Junior hoppar niður, Aron X feldur. Þannig kemur hæggrunni sterkt inn hérna hjá Jensina. Og nú ættum Mechanic Play að fara að koma inn í málið og Aron Ísar báði feldnir, 2 lið eftir. 2 lið eftir, 1 leikmaður í hinu liðinu og 2 á móti 1 eins og við kallum það. Einelti í bestu mynd. Luke X fer bara beint upp. Guð blessi þig. Takk. En þetta lítur alls ekkert vel út fyrir Luke X, hann er 1 á móti en 2 Nei, Guð blessi hann líka bara. Jensina byggir og byggir og byggir. En Gunnar Junior dettur niður hérna. Er Luke X að fara að taka þetta? Luke X er mögulega að taka hérna rosalegasta sigur sem að þetta hugsa sér í þetta loka. Ef hann nær því, þá geti hann verið kannski að grafa sér upp í annað. Þetta er bara, ég minna, ég vona að vinna. Þetta er huge. Já. It's gonna be huge. Jensina og Luke X. Luke X er með alveg nóg að byggingrefnum eftir. Hann allt í ná fullt af stöfi. Já. Hvor tekur þetta? Hann alltaf fyrir upp í höggið! Nær Jensinu! Tekur hérna fína skada á Jensinu og Jensinu þarf núna að koma sér í einhver Mechanical Play stíl eins og þið viljið meina hún sé í alltaf. Aron allavega, hann er í annað downs og pum! Þarna höfum við það, hann er í... Nei! Hann er ekki svo bjarga sig með öðru bounce. Hann verður dýrst inn í sóni, hann er í ruglinu! Klóraður þessu! Nei! Jétuta mér, hann spilar yfirst í kallinn. Þarna hefði hann bara að slaka á. Hann þurfti ekkert að fara í sónið. Æja. En við fýlum samt hræðirnar sem hann er með að þóra að gera það. Æja, geggju innkoma hérna bara einn á bátu og tekur fullt af fettum og nástu í bara fyrsta sæti. Já. Geggja stöð. Það er spurning hversu nálægt það nær, sko. Þetta er slatta stigum. Já. Við fýlum þetta og hérna við höfum að taka okkur smá pásu eða ekki og... Bara 1 mínútu, sko. 1 mínútu og taka saman stigi sem er með svona smá fyrir og hangulega koma skilu og það kemur allt í ljós hérna á eftir. Hoppið að fá okkur drikk og... komið svo aftur. Já. Ég
held að ég geti aðstofað ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Já, verið þið velkomin aftur á skjáinn. Síðasti leikurinn bara hann var að klárast. Þannig að Duos er búið. Duos búið? Já, það voru 9 leikir í heild. Ansi mörg, spennandi. 1,5 klapp fyrir því. Já. Ánægður með kvöldið í kvöld? Ég er bara helviti temmilegur. Þetta var frábært og bara afglæða sko. Já, ég líka. Samanlega, þessu síðasta sem þú sagðir. Já. Já, mjög vel spilað þarna hjá Lugax náttúrulega klúraði þessu núna í seinasta. Nei, þetta er svona frábært að spila. Það var einn eftir þarna. Já, var þetta ekki hálf... Það var svona clutch moment sem var næstu búin að klötsa yfir sig sko. Já, Tony var aðeins og æstur þarna. Ég verð að segja það sko. En mjög vel gert hjá honum. Mjög vel gert. Og bara hats off for him. En til hamingju þá hvað, Gönsa Junior og Jensín með fyrsta sigurinn sinn? Jú. Það ekki? Það er bara mjög vel gert hjá þeim. Já. Allan í kvöld. Já. Það er ekki fara það langt að ég veit eitthvað. Ég held þetta sé bara fyrsti overall. En þá er spurningin, við erum með 100.000 króna verðlaun hérna. Fyrsta sæti fær 50.000 krónur, annars sæti 30, þriðja sæti 20. Þannig að erum við að fara að annonsa það núna? Þú veist, það er alveg hægt að, held ég, annonsa fyrsta sætið og mjög annað. Þriðja sætið þarf að taka smá hérna, kannski smá count og það þarf bara aðeins að fara yfir það. Nú. Það er bara þannig, ég ætla ekki að fara að lofa neinum hérna sigurinn ef ég sé búin að heyra það í eyranum mínu sko. Reyndar, það er rétt. Og ég held að það verður bara frekar að fara yfir það á Discordinu með nákvæmlega hver er með 3., 4. og 5. sæti en ég held að það sé nokkuð hver er með 1. og 2. sætið og já. Bara býðum spenntir að heyra það. Já, þú veist, það er ansi líklegt að Viss og Kristó sé með 1. sætið. Já. Og ansi líklegt að Burgerinn og Nuno Mendes sé með 2. sætið.
Hann það komið. Og það bara svona ansi líklegt, jú. Þetta komið. Viss og Chris með fyrsta 214 stig. Mendes og Bergerino í öðru með 201 stig. Og þriðja Luke X og Tony með 187. Já. Hann munaði ekki nema 14 stigum. Hvað mikið stig fyrir fyrsta sæti og annars sæti? Þessi 25 fyrir fyrsta og ætla þessi 20. Já, henni þetta 15, það 10 stiga munur. Hann hefði getað hent í eina fellu sem 2 stig og 10 stig. Þannig að það hefði verið með 2 fellur 199 stig sem hann hefði getað fengið maxan í endan. Það var, já, þetta voru rauninni bara þúst. Hefði hann fengið... Þetta var 2 fellum og 10 þessu lokasæti frá því að vera... Nei, lokasæti annarsæti 18, fyrsta sæti 25, þannig að 7 stig. Ég horfði á þriðjasæti beint, þannig að þetta var aðeins meira sem átti. Hún vantaði 14 stig. Nei, hún vantaði 15 eiginlega, þannig að hann hefði þurft að vera með 4 fellur að minnstakosti. Já, ég las frá fyrst og öðru sæti. Sem hefði geta gerst hefði Tony ekki bóttið. Þeir hefði mögulega ná 4 fellum og sigurinn. En hver veit hvernig það hefði spilast út og hvað hefði gerst þá? Nei, nokkulega, það getur verið allt kvöldari og það er. Við viljum ekkert hvað ef. Já. Við lifum bara í núinu og áfram. Við erum ekkert rosa mikið að horfa aftur og bak hvað ef. Nei. Eins og, þú veist, já, ert þú mikið að hugsa þar á kottanum á kvöldin? Nei, ég steinsef á kvöldin eins og barn. Já. Mér líður svo vel. Nei, og... Já. Þau náttúrulega sjá ekkert hvað við sjáum, en það svolítið verið að skemmt okkur hérna með athyglisprestin okkar. Ég náttúrulega með byllandi aðtíð. Já, það mikilvægt mikilvægt að horfa smá Subway Surf á meðan maður að lýsa, heldur mann á tánum. En við viljum bara minna á fólk að skrá sig í tríos. Við ætlum að fá hvað allavega 76 lið? 6-7 lið? Nei, herri, ég einnina. Hvað gerist þér? Ég datt alveg út, það eitthvað svona... Já, vertu með okkur. Ég var að segja að maður skrá sig í tríos. Ég skráði ykkur í tríos núna, það bara að gera, þið getur earned real hard cash, 50 cat, deilt á 3 og það er ekki neitt. Neitt að gera það, skilur, það er miklu auðveldara að gera það fyrir 3. Já. Og svo erum við jafnlega að tala að við ætlum að vera með svona eitthvað mini-mode og þá kemur kannski no build sem að þú ert æstur í. Við viljum það. Þá erum við að tala saman, þá getum við gert eitthvað klikka. Þá er milljón í boði, Elko sponsor, ég ætla að segja ég er að ljúga, bara svo beint, skilur, ég er ekki að segja satt. Nei. Og það er, já, ef það væri no build, þú elskar það náttúrulega. Já, þegar var barnatími, þegar var slítið, þá slöktur alltaf Bubba byggir. Samt ekki, sko. Nú, þú fílar að byggja? Ég fílar alveg Bubba byggir, sko. Já, ok. Þá er bara skrítið að hverju fílar ekki Fortnite build. Já, ég held ég sé bara, ég hef aldrei komið mér inn í það, sko. Nei. Og það er bara alltaf seint að koma sér inn. Þú hefðir eiginlega þurft að koma inn í það þegar þetta byrjaði, sko. Já, ok. Og vera með þróuninu, heldur ekki koma inn í Rítalín bygginguna, sko. Já, ég skilji. Þannig að það verður bara á nánsa mögulega. Það sem ég veit sjá er, sko, við erum með alveg, ég veit ekki eins og 50-70 tölvur hérna. Getur bara haldið mót hérna einn daginn í 3 tíma, fólk kemur, fer, bara búið. Já, það er alveg, það er bara stemmari, sko, það er stemmari að vera mættur inn í stúdíu, þú getur verið að séð alla sem eru með þér, þú getur verið að öskra yfir hérna í salnum, það er alltaf gaman að vera að öskra á þeirra, sko. Jokes. En þú veist, gerum allt í ást og friði og ró, en öskrið samt. Já, við gerum það. Hæ? Þetta gerum við það. Já, nei, það er... Svona á bara þegar viljum rafið þurfa að vera. Þetta er nokkla spenna, ást og hatur og maður á að vera með passion í þessu. Þetta á að vera svona, það á að vera rígur samt sem áður líka. Það eru bara íþróttir. Já, maður á alveg að láta heyra af og til, svona bara skemmtilegan máta. Það er oftast það, sko. En maður þarf alltaf að vera með smá núvitund. Jú. Alltaf róinu, alltaf kúlinu. Ég held ekki kúlinu oft. Það er rétt. Ég er allavega bara heldur góður í kvöld, eða ekki? Jú, ég er mjög góður. Það er líka Aron, mögulega leiður að geta ekki svarað eða talað duos. Hann munur að koma inn að æstur í næstu viku. Já, ég verður bara spennt að fá, hann kannski bara þurfti alls smá pásu til að reloada. Já, hann er alltaf búin að vera þetta bara svo skeppna. Alla mánudaga, bara í árið eða eitthvað meira. Talar ekki hann en hann er bara alltaf að vinna hérna, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég held með þess að við verðum í sófanum næsta mánudag og ég veit ekki með betur en að við verðum komið með kotta frá kottaðir.is. Já. Í sófan. Það verður geggjað, ég hlakka til að sjá. Sú mynd verður af okkur lýsindunum. Já.
Fá ykkur Frutella Lugalú namið og Egið gott kvöld. Þetta er ándjúð samt besti pakkin sem þú opnar. Langbesta kvallin. Það er þetta hérna. Þetta er ándjóks. Þetta er mesta legendary mixið. Þetta er Mentos, Frutella og Chupa Chup. Halló. Þú getur tróð öllu svo namið upp í einu. Það, já, potið. Þú þarf ekki að láta plata míða. Hæ. Það er hér. Svo hvað duglegur að mjúta mækin. Og mjög ekki, hérna líður. Já. Herru, þá held ég þetta sé bara komið gott í bíli. Takk fyrir áhorfið og takk fyrir dúos. Við sjáumst í tríos eftir viku. Svona nákvæmlega saman tíma. 18:30. Við verðum þá 3 í sófanum. Mælum með að koma. Komment eitthvað skemmtilegt. Við ætlum að sýna ykkur setup okkar í... Já. Og fullt fleira. Já, bara kveðið í bíli. Bless. Over and out. Luga.
Bye.